gengur fínt maður. Kaldið til að mynda. Já. Það hefur nú ekki verið kalt í lofti síðustu daga. Nei, heldur betur ekki. En þá var ekkert verið að fá sér kalda. Nei, jafnvel sumarkalda. Já, og við erum búin að stilla forlátið upp hérna fyrir framan okkur. Kaldi light og sumarkaldin. Þannig góður, en við erum með merkilegan gesti í dag. Mjög. Og það nú oft þannig þegar við erum með þætti sem teknir upp að degi til, sem gerist ekki oft, Birgir. Það miklu tilefni. Heldur betur. Og gestur dagsins, hann þarnast þetta kynningar, en við gerum nú einhver síður. Bóndasonurinn frá Brúnastöðum í Flóa, einn af 16 systkinum, mjólkur eftirlitsmaður sem var þingmaður, varð ráðherra, varð formaður Framsóknarflokksins og margt fleira, Guðni Ágústsson. Vertu hjartanlega velkominn. Kærar þakkir, gaman að koma til ykkar. Þú komst vopnaður lambahrygg. Já, hér besta steik heimsins á Bóðstólum. Íslenska lambið er hérna einstök villibráð. Já. Lambahryggur, er það betra en lambalæri? Það hefur hvort tveggja gott, en það er ekkert betra en lambahryggur. Nei. Það er ekkert betra. Já. Og svo kjötsúpa. Já. Hvernig, að því að við leifur allum svo að borða þetta eftir þátt, hvernig á maður að elda þetta? Já, hún Margrét mín eldaði nú alltaf fyrir mig, en mér skilst að þetta nú frosið, þið eldið þetta geti þáttinn. Okay. En þið verður leifunum að þiðna í 2 daga og svo haldið þið veislu. Já. Ég held að það sé gott að hægaldan. Ég á nú meistarakokk fyrir Tengdason. Ég get sagt ykkur, sendt ykkur bara skilabóð það. Já, það hljóma vel. Já. Það hljóma vel. Mæta vel. Áðurina lengra en haldið, Guðni, hvernig liggur áður? Liggur vel á mér. Já. Liggur vel á mér. Lífið, það fer vel með mig bara. Já. Flestu leyti. Heilsast vel, lítur glæsul út. Ég 3 dögum yngri en Kári Stefánsson, sá heimsfrægi maður. Ég fættur 9. apríl 49, hann 7. Já. Og hann segir að hann sé búinn til eðalefni en ég var afgöngum. Þannig að ég bara sáttur við það. Já. Já, lífið hefur verið mér á flestan hátt bara gott. Og ég í góðu formi. Við Margrét byrjuðum nú snemma að ganga og svo ég nú fluttur hér í mörkinni í Reykjavík sem afburða sveitafélag í Reykjavík. Einmitt. Eða samfélag. Já. Og ég fer í voldklass. Já. 3 í viku. Ég hjóla 10 kilometra. Ég lyfti tonni með Brúnastaðakröftónum. Ég fer í heitustu gufum og þar þjálfaði ég röddina. Gunnar Eyjólfsson kendi mér það ungum þegar hann var að þjálfa mig til ræðumennskunnar og að nota röddina. Þá kendi hann mér að segja manang eins hátt og ég gæti til þess og ég gerði þetta í einni gufunni. Stundum þegar ungir menn eins og þið, þá læti ég á kyrja með mér. Já, vel gert. Og svo fer ég í heitan pott, svo fer ég í ískaldan og tel upp á 300. Svona 2-falda tölu þar sem ærnar á Brúnastöðum voru. Og svo fer ég infrarautt ljós. Einmitt. Og þetta gerir það verkum að ég bara í góðu formi. Já, heldur betur. Og svo fer ég í gönguferði, var á Úlfarsfelli í fredag. Já. Og fer í gönguferði hérna 2 dagana. Maður verður að berjast fyrir lífinu. Maður verður að gera það. Já. Þetta heist engin tilviljun. Nei. Það alveg ljóst. Við ætlum einmitt að fara okkur yfir á Brúnastaðana, fara hún í saumana á þessum Brúnastaðakröftum, uppvöxtinn og Margréti í boði Íslandssjóða. Já. Íslandssjóður auðvitað fagmenn í eignastýringu elsta sjóðstýringarfyrirtæki Landsins stofnaður 1994. Já, allar að skrá sér reglum að sparna þar. Og ég held að fólk myndi gera vel í að gera það. En við byrjum þar. Þú ólst upp í 16 systkina hópi á Brúnastöðum. Hvernig mótar slík æskamann? Þetta náttúrulega mjög merkilegt í nútímanum. Það hafa fæðst áður en rafmagnið kom. Það var vindmylla sem framleiddi ljósin. Foreldrar mínir eignast 16 börn, 12 drengi, jafnmarga á postulana og síðan 4 stúlkur á 21 ári. 15 okkar fæðumst bara í hjónarúminu heima. Amma mín tekur á móti okkur. Og þegar ég fæðist 9. apríl þá voru hún ekki komin. Þannig að mamma verður sjálf með Jóhannu frænku minni að skilja á milli. Svona lá á. Og þetta var
Þetta var yndislegt, hún var dugnaðar forkur, ég held hún hafi mjólkað 4 kýru morgunin, dreigi kálf úr kú klukkan 11 og átt mig klukkan 3. Og þarna fæðumst við 15 heima og svo yngsti drengurinn á sjúkrahúsi, heljarmennið Jóhann Ágústsson. Já. Og við erum alin upp á íslensku fæði, íslenskum mat, hafragrautur á mótnana með slátri, skýr á kvöldin, við fengum graðhestaskýri í mjölkubrúsanum frá mjölkubúi Flóamanna. Það var kvöldverðurinn og svo var góð hádegis-máltíð og svo náttúrulega kaffi og því líkur dugnaða forkur hún móður mín. Já, að geta þetta allt sem hún gerði. Og þó þóttinn skólan í kaldri keldunni og vinna þetta og svo fer faðir minn á Alþingi þegar 13 börn eru fædd og verður þingmaður í 20 ár eða 18 ár og hann er oddviti sveitarsinnar og héraðshöfðingi þannig að það var mikið að vera á Brúnarstöðum margir sem þar komu og mikið lífið vorum prúðir krakkar og kurteisir okkur var kennt að hlusta og við vorum feimin mörg ég var snemma dálítið brattur fór upp á stóla að prédika yfir systkinu mínum strax, dáði ræðumennsku, föður mín sem var mikill ræðumadur og margra þeirra manna sem kom að heimsækja. Það var nú bara útvarp. Þið skiljið ekki þennan heim, þeir eru sungir. Einmitt. En svona var þetta. Já. Og við þessar aðstæður ólustuðu upp. Og svo varum að formaður í barnaskóla í Þingborg. Já. Það var yndisleg sveit, Hraungerðisreppur, yndisleg sveit. Og maður fór í barnaskólan í Þingborg og þar byrjaði maður ekki fyrir 10 ára gamall. Ríkið sveik mann 4 ár eða 3 að 4 ár. Mamma var að kenna okkur og Jóhanna frænka mín að lesa og rekna. Og maður var orðin læs þegar maður kom í skólan. Okay. Svo var maður bara halvan mánuð í skólanum og svo var maður heima að læra hinn halvan mánuðin. Ríkið var að spara út alla sveitir. Selfossi byrjuðu börnin 7 ára, mínir jafnaldrar. Þannig að svona var þetta nú í minni sveit og svona var þetta viða og allstaðar landið. En það var gott að vera í sveit og yndislegt. Og við áttum bara góða foreldra og yndislegt líf. Við sáum vélaöldin að koma, það var engin traktor þegar fyrir 56 á Brúnarstöðum, það var 7 ára. Bíllinn kom ekki fyrir 57, þá var pabbi orðinn þingmaður og hann var svo vinsæll maður, hann átti ekki bíl. Þeir gáfu honum bíl, síslungarnir og vinir hans, rússajeppa, X6, setti Egill á bílinn, Þórarinn sem kaupfélagsstjóri og tók hann af mjólkubíl sem keyrði mjólkina til Reykjavíkur daglega og hann tók bílinn og sagði Ágúst var að hafa áberandi númer, sagði Egill og það hæfir barnakallinu að hafa X6 og pabbi hafði síðan og þessi rússi var frægur jeppi sem að, og það var gaman að þegar jeppinu var kominn og margar bílferðir farnar, en hann var orðinn þingmaður þegar ég 7 ára. Já. Og ég komst þá strax inn í þennan heim að hugsa pólitík, dáði stjórnmálamenn og fylgdist vel með. Og þeir komu náttúrulega margir heim, Hermann og Eysteinn og Jörundur Brynjúlsson og fleiri. Þá voru þetta nú yfirleitt kallmenn á þingi. Það var 1 eða 2 konur. Já. Og þetta er merkilegt, þetta er önnur öld. Já, þetta er, ég skal viðurkenna að vera undirbúningi þátt en vissi ekki hvaða staður þetta væri. Graðhestaskýr, hvað er það? Það var kallað graðhestaskýr. Það var magna, það var að hræra það út með mjólk eða vatni. Það var ekki eins og íseiskýrið núna. Það var magnað og setti krafta í köglana maður. Trúi því. Og skýrið upp á alls svæða. Ég sem landbúnaðar að það fór með Baldvin Jónssoni með það til Bandaríkjanna. Já. Í Whole Foods búðirnar og lambakjötið líka. Já. Og bleikjuna og hólum. Og hvernig gekk það? Það gekk mjög vel. Og fjall í góðan jarðveg. Og við fórum með henni í Hvítahúsi og Clinton borðaði íslensk skýr á mótnana. Ok. Þannig að
að skýrið frækt og það fer núna út allan heim, íslenska skýrið, selt sem úrvalsvara til margra þjóðlanda og svo framleitt með engar rétti frá Íslandi. Já. Ef við förum á aðeins alvarlegri sálma að þú missir Margréti eiginkonu þína í hálfa öld fyrir árið síðan. Hvernig var að díla við það? Það er náttúrulega það svakalega sem á lendir í mig. Margrét, hún var mér ungu gefin eins og Bergþóra Njáli og fylgdi mér. Hún var frá Stórreykjum sem nánast bærinn fyrir framan Brúnastaði, næsti bær. 6 árum yngri en ég. Glæsileg stúlka og glæsileg kona. Móðir kona Meja í mínu lífi og hún fylgdi mér. Við eigum 3 dætur og 7 barnabörn og 3 tengdasyni. Þannig að við áttum gott líf og við vorum saman í yfir 50 ár. Svo var hún bráðkvött og það er náttúrulega slíkt áfallað að maður getur farið eins og Egill Skallagrímsson við það að langa ekki að lifa eins og hann gerði það að misti börnin sín. Það er mikið áfall en þá var maður góða fjölskyldu. Ég kallaði strax sér að Hjálmar Jónsson til fjölskyldu minna morgunin eftir. Hann var mér mikill hjálparmaður. Þannig að þetta var erfitt tímabil og ég saknaði hennar hvern dag, talaði við hann á mótnana og kvöldin og saknaði hennar upp á hvern dag. Þannig að þetta er nú sorgin sem að maður lenti óvænt í því að hún var hraust kona og talin heilbrigð. Þannig og hún var einstök á margan hátt. Hún var prúðar en ég og kurteisar en hún var minn aðstofamaður á margan hátt og fylgdi mér í öllu sem ég gerði. Og það var dýrlegt að hafa hana með sér því að hún bæði var gleggri á menn en ég. Hún sá menn í gegn en hún var mjög vinsæl og virt af öllum. Þannig að minningin hann góð. Já. Háastílun hetti heimingeimur, blaðstílur háastílun hetti heimingeimur, blaðstílur bakka og egg, en anda sem munnast fær eilífið aldrei aðstílið. Við erum eitt enn. Já. Mjög fallegt. Já, mjög fallegt. Við ætlum að fara okkur yfir í fréttir vikunar. Þess að við gerum svo oft. Og það nú Guðni aðaleikari. Já, hann vermdi toppsæti í vikunni. Já, gerði það. Miðlum. Já. Og opnast nú gæsalappir. Guðni ómyrkur í máli, óskiljanlegur aumingjadómur. Hólar í Hjaltadal, tekin af lífi með köldu blóði stjórnvalda. Hér er nýtt baráttumál sem að brennur á þér. Þú skrifaði nýlega harðorða grein í Morgunblaðið Hóla í Hjaltadal. Þú segir að það er að taka staðinn af lífi. Hvað er eiginlega á döfinni fyrir þá sem að hafa ekki fylgst grannt með? Já, það er sko þetta vandamál ríkisins. Það er oft látið eins og hér séu yngri peningar. Ég get þess í þessari grein að ég var landbúnaðarráðherra í 8 ár og fór með og breytti Hólum í háskóla og Hvanneyri einnig. Og ég hafði ráðgjafa Pál Skúlason sem var háskólarektor og hann sagði það er ekkert meira byggðamál til í heiminum og hér á landi en litlir háskólar á landsbyggðinni Hvanneyri, Bifröst, Hólar, Akureyri og þeir ættu að vera fleiri þessi litlu háskólar. Já. Þeir leysa ekki Háskóla Íslands af. En nú þetta reikningskunstirnar þær að þeir reka sig ekki þessi skólar og þá er bara sagt það verður að spara og þá þeim skellt inn í Háskóla Íslands og nú á skella háskólanum á Hólum inn í Háskóla Íslands, þessari gömlu menntastofnun. Ég minnist á það í þessari grein að Íþróttakennaraskólinn á Laugarvatni og Kennaraháskóli Íslands, þeir fóru sömu leið og áttu að lifa og áttu að starfa Íþróttakennaraskólinn á Laugarvatni en innan örfára ára var hann allt og langt í burtu frá Vatnsmýrin í Reykjavík, oflangt að fara og hann var bara lagður inn í háskólan og týndur og enginn í þeim skóla lengur. Og það er skarð fyrir skildi og það er eins með Kennaraháskólan og ég óttast að þetta verði svo með Hóla. Þegar ég var landbúnaðarráðherra þá hafði það gerst mörgum árum áður, 1991, það var farið í stórkostlegt verkefni sem var undar áður. Þá var Halldór Blöndal vinur minn landbúnaðarráðherra.
Þá var mörkuð svo stefna með Jóni Bjarnasyni skólastjóra og skagfirðingum að Hóli færi með 3 grunnmál í kennslum. Það var íslenski hesturinn. Það eru 60 nemendur í dag á Hólum og það talaði að hesturinn eigi að vera þar áfram. Ég var íslenska hestinn góður landbúnaðarráðherra og það stendur hesthúsið Brúnastaði, stæðsta hesthús norðan Alpafjalla og kennslustaður. Þeir segja að Hólar muni áfram verða með hestin. Ég óttast að hann fari þegar fiskeldi sem var önnur grein og ferðaþjónustan eru farin. Þannig að það verður skarð fyrir skildi og það eitthvað mikla í húsum. Það nútíma aumingjaskapur að því að húsverðir hafi verið reknir úr skólum eða til að spara. Þá enginn til að lofta út og þá mikla húsin. Sigfús Kristinsson, vinnur minn á Selfossi, 94 ára, hann byggði nokkur 100 hús. Það verður ekkert að þeim verið haldið miklu. Nei. En það verður að halda þeim við. En ég óttast það sem sé að Hólar, að þeir verið lagðið niður og ég segja Jón Arason og Guðmundur Góði séu snúið sér í gröfsinni við svona tíðindi og þess vegna gangi aftur. Ég óttast þessa þróun að hún hafi afleiðingar að Hólar verði eyðistaður. Það liggur við að Skálholt sé eyðistaður. Höfuðból kirkjunnar og mennta á Íslandi í 1000 ár. Já. Þú kallar þetta, eins og Leifur talar í opnuninni, óskiljanlegan aumingjadóm, bæði hjá ríkisstjórninni og heimamönnum í Skagafirði. Það eru þunga orðum Skagfirðinga sjálfa. Hafa þeir gefist upp? Þeir hafa fallist á þau rök að það verði að byggja eitthvað stór hísi á Sauðárkróki því þeir sumir hverjir þeirra halda að Sauðárkrókur geti orðið höfuðborg Íslands. Já. Sem eru auðvitað afskektur bær en Skagfirðska efnahagssvæði náttúrulega merkilegt svæði og mikil uppgangur þar. En ég held að fiskeldi geti alveg eins verið á Hólum áfram og eigi að vera þó að sé miðstöð ykkar í kennslu á Króknum þá bara kemur rúta og keyri krakkana eða nefndurna og þannig að þetta undansláttur og þetta mun enda þannig að ég vona að vísu ekki að Hólar falli í eyði. Ég að vara við þess og ég undra mig á sveitarstjórn sem nú reyndar fallin og það voru mínir menn að ganga svona fram. Þannig ég á mér betri vonum Hóla í Hjaltadal en þetta. Já, eins og þú segir, þú vísar í Pál Skúlason, fyrrverandi rektor Háskóla Íslands sem að talaði mikilvægi smærra landsbyggðarháskóla, Hvanneyri, Bifröst, Hóla, Akureyri og fleira. Já. Er þetta sérsta dæmi eða heldur að allir þessi skóla séu kannski bara í hættu? Það segja menn mér. Já. Hvanneyri geti þess vegna fallið næst inn í Háskóla Íslands. Bifröst nú orðin eftir COVID að mestu bara fjarkennsla og húsin í eyði. En Akureyri náttúrulega miðstöðu mennta og maður veit auðvitað ekkert hvað gerist en ég tel að þetta sé besta byggðastefna sem hægt að hafa í landinu til að setja í stað mennta fólk út á landi. Samanlega. Ljósleiðarinn hann komin allt land og Hólar eru bara miðstöð þess vegna heimsins, í miðju heimsins, í allri tækni. Og nútíminn segir að það sé svo margt hægt að gera sem ekki var hægt áður út á tækni og svo þurfum við náttúrulega sem Íslendingar að laga hér samgöngur. Það stæðsta verkefnið að fara aðeins og Færeyingar, þessi litla þjóð sem hefur gert hver jarðgöngin á fætur öðrum til þess að sameina eyjarnar, geri jarðgöng til eyju sem með 10 manns og þetta fjármagna þeir allt sjálfur á lánum frá lífeyrissjóðum í Bandaríkjunum. Hér eigum við ríkasta apparat Ísland sem eru lífeyrissjóðunir. Auðvitað eigum við að gangi í það að gera Ísland að einni heild með því að laga veginna og fara í jarðgangna gerð hér og þar. Þannig að þá verður Ísland bara eitt atvinnusvæði. Já, þú skrifar að tilstandi að færa kennsluna sinn til Sauðárkróks og selja byggingarnar á Hólum, haspjónda eins og slátur að hausti. Treystið þú ekki loforðum stjórnvöldum að þetta sé tímabundið? Ég treysti engum loforðum í þessu efni. Ég minnist á loforð frá Íþróttkennaraskólanum á Laugarvatni, Kennaraháskólan og fleira. Ég fylgst með þessari þróun. Þetta reikningkúnstir og svo gefa embættismennirnir út skýrslur og það stendur ekki steinn yfir steini í þessum loforðum.
Þannig að þó að Logi vinur minn Einarsson, háskóla ráðherra, hafi góð orð, þá verður hann ekkert eilífur frekar en ég. Nei, það er rétt. En hér tengist þetta gamall kunningi sögunni, Kaupfélag Skagfirðinga. Þú skrifar í greinina að Þórólfur vinur minn sé orðinn friðsamur eins og Njáll forðum og enginn hafi tekið við keflinu. Er það merkur málsins að baráttuviljan vanti heima fyrir? Já, í þessu efni, ég held að sé nú heilmikið baráttuvilji vaknaður heima fyrir. Ok. Og menn skiptast í tvennt. Nú nýr meirihluti kominn sem óháður listi og sjálfstæðismanna. Nú spurning hvað þeir gera. Sjá þeir þessa leið eða vara þeir stjórnmáld við og taka aðra stefnu. Kaupfélag Skagfirðinga var dýrlegt í samvinnu við mig að byggja upp hóla. Og ég minnist á Þórólf, þennan mikla kaupfélagsstjóra sem að rekur núna kaupfélag sem á stærð við SÍS og gengur vel og skilar 3, 4, 5 milljörðum á ári samvinnufélag. Þeir eiga kaupfélagið á Fisk Seafood og kvótan sem að fylgja Skagafirði. Þannig að það náttúrulega alveg stórkostlegt ef við ættum svona fyrirtæki mörg á landsbyggðinni ef kaupfélagin hefði ekki farið eins og fórum. Já. Þá verður byggðirnar öðruvís staddar en Þórólfur hefur þar verið líkil maður, ég tristi mjög á hann en það er ekki vona að hann leysi öll mál, frekar en aðri menn. Nei, ég sé þetta lamparhryggurinn, hann merktur KS. Jú. Já, passar. Til að slúta þessu, þú hvetur Skagfirðinga til að sameinast gegn breytingunum og segir niðurstöðun að verða ljótan blett sem aldrei verið tekið tilbaka. Heldur það að sé ennþá ætti að stöðu þetta? Ég trúi því. Já, vonandi. Við allavega erum að gera okkar hérna. Já. Ákaldi stjórnvalda. Við ekki aðtekla á þessu en við ætlum að færa okkur yfir í pólitíska ferilinn. 21 ár á þingi, hvorki meira en minna. Já. Þú sast á þingi frá 1987 til 2008. Það eru rúm 20 ár. Hvað hélt þér svona lengi þar? Þetta var nú á þeim tíma ekkert langur tími. Nei. Steingrímur Sigfússon var nú í 38 ár og menn voru yfir 40 ár. Þannig að menn eiga langan tími, ég held að þetta sé nú orðin styttri tími núna, en þetta auðvitað svona hæfilegu tími, 12 til 20 ár og það fer eftir í auðvitað hvað menn verða snemma til í pólitíkinni. Þannig að þegar menn eru búin að vera ráðherrar lengi og þá eru búin að klífa fjallið og þá fara þeir að ganga niður og svo þurfa alltaf að verða mannaskipti. Já. Þannig ég átti þarna góðan tíma. Ég var snemma pólitískur. Ég tók ég gekk í samband ungra framsóknarmanna löngu fyrir tvítugt, var með Ólafur Ragnari Grímssyni, framsóknarmanni þar, sem að var líkil maður í sambandi ungra Fransson og rak í rauninni með Baldri Óskarsinni og fleirum, einhverju öflugust ungliðar hreyfingu á Íslandi og í rauninni lítinn eða sterkan stjórnmálaflokk innan Fransónarflokksins sem var samband ungra Fransónarmanna. Og lagði margt til alveg magnaður strax og Ólaf dreymdi auðvitað að verða formaður Framsóknarflokksins og ætlaði að verða yngsti forsætisráðherra Íslands, sagðu gárungarnir. Já. En það var fyrir á fleti Steingrímur Hermannsson sem var náttúrulega goði Framsóknarflokksins, sonur Hermanns Jónassonar og fullskapaður til að taka við flokknum, þannig að Ólafur hefur sennilega séð að hann ætti ekki þar möguleika, svo þess að hann fór á flokkaflæking. Klauf Framsóknarflokkin fór með samband ungra Fransa, maður og allar hreyfinguna. Ég fór ekki með honum. Nei. Og ég dyrki nú Ólaf og styðji og hafi stutt hann allan tíman og tel hann orðin Framsóknarmann aftur kallinn. En þetta voru mikil átök og Framsóknarflokkurinn klofnaði, en ég byrjaði ungur að tala fyrir hönd Framsóknarflokksins. Ég byrjaði að tala á framboðsfundum 1974. 25 ára gamall var í 7. sæti. Faðir minn hætti það ár á þingi og ég byrjaði í rauninni miklu fyrr. Ég fór á Laugarvatn í Héraðsskólann. Þar þótti Óskari Ólafssyni kennara mínum, athyglisverð Brúnastaðaröddin, setti mig í leiklist. Ég lék Jón Hreggvið, son og Likla Pétur í verkum sitt hvort árið, ólíkir karakterar.
og vakti athygli og fór svo snemma og var þá kallaður strax þingmaður á Laugarvatni. Þeir töldu það víst að ég er þingmaður og ég var að halda ræður og predika. Og svo var ég náttúrulega fann að rífa kjaft hér og þar. Ég minnist til dæmis þess sem að var stórbrotið að mér fannst þá er ég rúmlega 20. Og var Jónas Kristjánsson, Jónas á DFF sem kallaðu var. Já. Öflugur maður og mikill penni, einn mesti penni landsins. Hann tók að gagnrýna mjög landbúnaðarkerfið og landbúnaðinn og reyndar fleiri og gekk mjög hart fram. Faðir minn var þarna á þingi og Ingólfur Jónsson hafði verið lengi landbúnaðaráðherra. Nú héldu þeir fund þegar ég var 22 eða 30 ára í Aratungu, kom 500 manns og þá átti að sætta Jónas til þess að verða vinur landbúnaðar. Páll Lýðsson, vinur minn í Sandvík og fleiri og þarna fóru framsögur og svo voru mikla ræður og það var ekki hik á Jónasi. Hann var jafn harður á sinni skoðun að landbúnaðin til að skoða sín mál og svo framvegis og mjög harður. Og það gerðist þarna að ég fór upp og hélt einhverja mögnuðustu ræðu, segja menn mér. Ég sagði við fundarmenn, hér hlustið því á Jónas Kristjánsson og haldi hann geti orðið vinur ykkar. Þessi maður mun svívirða landbúnaðin og berjast gegn honum allt til dauðadags. Þegar ekki að hika við það gera það manndómur í ykkur að sækja stregapoka og drekkja honum í brúar á eins og biskupnum. Það var nú klappað og hlegið maður. Og svo hitti ég föður minn á eftir og pappi var nú mjög prúður maður og orðvar, gríðar ræðumaður og hann sagði, jæja Guðni minn, þetta var auðvitað ágætt ræð af ungum manni og ungir menn mega nú segja meira en við þessir gömlu. En ég ætla nú að biðja þig um það að vera ekki að tala um að drekja mönnum eða drepa þá. Og ég tók nú mark á gamla manninu, svo sagði hann þetta líka sem var mikið atriði. Þegar ég var komin inn í þingmennsku. Þá sagði pabbi við mig, þegar ég var að verða svona þingmaður, þá var hann nú að deyja, en var mér, ég var varamaðurinn á þingi og þá dó hann, og þá sagði hann gjarnan við mig, passaðu bara á einu að vera ekki mjög orðljótur, talaðu ekki á hratt og passaðu að vera ekki að svívirða menn úr öðrum flokkum persónulega, vertu vinur þeirra. Það getur vel verið og þurfir á þeim að halda síðar meir. Svo sagði nú Steingrímur Hermannsson mér þetta sama sem var nú leiðtogi flokksmíns lengi og frábær þjóðar leiðtogi Steingrímur. Þannig að margt lærði ég nú á langri leið. En 87 þá sigra ég 86 prófkjör og valinn til þingmennsku og fer í þetta skemmtilega starf eins og það var þá. Hitti gamlu skörungana margir vini minn, föður míns þar enn. Þannig að það var gaman að koma þarna og ég fekk dálítið langan tíma til að verða til. Já. Eitt hjálpaði mér mjög. Fljótlega var ég gerður að formanni í Búnaðarbanka Íslands og stofnanadeild landbúnaðarins. Fekk það ábyrgðar mikla starf. Ég held að það hefði gert mig ábyrgari mann. Ég gat verið svolítið glannalegur og að fá ábyrgð það er eins og að setja nakk á galdinn fóla og gera hana góðum hesti. Þannig að það tamdi mig og ég kynntist óskaplega góðu fólki í Búnaðarbankanum og var komin svona í hliðar starf og þekkingu sem að hjálpaði mér mjög pólitískt að ég til. Já, einmitt, mér langaði að spyrja þig tengt því sko að því árið 1991 varaður þú við því að lífeyrissjóðakerfið er gjaldþrota og vildi steypa sjóðunum inn í bankana og hafði þá nokkra reynslu af því svið. Hvernig sérðu þá tillögu í dag? Ég var með mjög nýstárlega tillögu, það var ekki að steypa því inn í bankana. Ég vildi að hver einasti maður þegar hann 16 ára eignaði græna bók og hans eigin lífeyrissjóður í þeirri bók frá æsku til elli og ríkistryggður, þá voru allt ríkisbankar og ríkistryggð eign mannsins og það erfðafé hans líka og þetta reknaði ég út og þannig tókst ég á við 150 lífeyrissjóði starfandi sem voru margir illa reknir og lenti náttúrulega í hatrammum deilum við frábæra vini mína í dag og reyndi að halda mínum sjónarmiðum fram
En þau náðu náttúrulega ekki gegn, en tillagan vakti athygli og gerði mig svona dálítið athyglisverðan ungan þingmann. En hún náði ekki fram. En ég auðvitað dáist að því núna að lífeyriskeðjur við okkar Íslendinga, við erum með söfnunarsjóði. Lífeyrissjóðirnir eru eins og olíusjóður Norðmanna. Evrópusambandið, það er með gegnumstreymsjóði. Þannig að við erum eitthvað best stadda þjóð, segja allir sérfræðingar hvað lífeyrissjóðina varðar. Sennilega hef ég ekki haft rétt fyrir mér en óskaplega var þetta skemmtilegu átök. Já, ég trúi því vel. Já. Sessor, árangur viðskiptavina, eru þetta æðsta markmið Sessor. Heldur betur. Og þeir eru óháðir og vinna án hagsmunatengsla og velja alltaf þann kost sem að þjóna viðskiptavinnum best. Tengja saman fólk og tækni en svo er það Kappal og þú ert í... Ég er í sóanhettu flýspessu. Já, hún er glæsileg. Já. Ég kom með 2-3 í röð þætti í sóan flýspessunni. Já, ég ætla að taka þetta bara til að vera í samstæri með okkur. Já, ég ránaði. Já, ég er hafður. Alvöru dýl fyrir Kappal, enda glæsilegur sendiherra. Flottir í smáralindinu með bílinn og gjafaleikin. Já, mjög skemmtilegt. Já, þeir eru alveg að lánsa þessu almennlega og hafa verið fyrirfærað miklu umræðinni. Ríkalega flott föt. Ég var nú mættur á hurðarhúnu kl. 8:00. Smáralindin var nú ekki búin að opna það. Þú veist, ég geti bara opnað fyrir þér. Það opnar 11, sko. Gat ekki beðið eftir að tryggja mér Kappal klæðnaðinn, en það verður að bíða betri tíma. Krónan. Ég keypti nú einu og öðru upp á leiðinni hinga upp í stúdíó. Vel gert. Það var Skanna og það var Skunda og það var í Akrakverinu. Fór í róttvísamlokuna svo ofta og eitthvað að drekka með því. En Krónan svo þægilegt, föstudagspítsan, burgerlaug, butter chicken og sunnudegi. Þetta er allt í Krónunni. Svo er auðvitað þessi skemmtilegi appi sem að Ásta Féllsteð og Guðrún hleyptu lausum. Einmitt. Þannig að nú getur þú skrifa á móti þessu bara sjálfur, eins og til dæmis Krónan sem er flott open source kóði frá Kjartani Pálssyni vinni mínum. En geðu þetta geta verið bara með gerðugreindir að sína og sett bara, búðu til körfu fyrir mig fyrir matinn í kvöld úr Króninni. Þú veist, auðvitað Krónan fyrst til þess að bjóða upp á þessa tækni. Ég ætla að sláði fyrst og öll fyrirtæki munu fylgja eftir, en hverju voru fyrstir? Krónan. Rétt. Og það er að næga að taka með langar að stikla á nokkrum stórum punktum hérna í gegnum pólitíska ferilin. EES-samningurinn í upphafi 10. áratugarins sem að Klaufþingið Framsókn flutti vantraust á Jón Baldvin Hannibalsson, það átt að fellan. Hvernig var sá slagur innanfrá? Þetta er rangt hjá þér. Þetta er rangt hjá mér. Já. Það var það mér að kenna. EES-samningurinn var þannig til að Jón Baldvin Hannibalsson var utanríkisráðherra í ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar, Ólafur Ragnar Grímsson var fjármálaráðherra. Þessir flokkar hófu EES vegferðina 8-10 og þetta einhvern tíðan fyrir 1990. Hvar var Þorsteinn Pálsson þannig? Þorsteinn Pálsson, hann hafði mist forsætisráðherra starfið og ríkisstjórn hans sprakk og Steingrímur kom aftur sem forsætisráðherra. Þetta var byrjað þarna, en Þorsteinn Pálsson, hann gerir nú grín við ykkur af Ólafi Ragnari fyrir að vera á móti NATO og móti EFTA og móti EES. En Ólafur hóf vegferðina, en 1991 gerist það að Steingrímur Hermannsson út af stjórnarskrár ákvæðum og Ólafur Ragnar Grímsson með Alþýðubandalagi treysta sér ekki í þetta áfram. En Jón Baldvin Hannibalsson, sem var ástríður pólitíkus, hann hefði tekið þetta sem sitt lífsins mesta verkefni. Sjálfstæðisflokkurinn barðist með kjafti og klóm gegn EES. Þorsteinn var foringi þeirra baráttu í þinginu. Hann flutti vantraustið á Jón Baldvin Hannibalsson. Ég held að ég hef verið í þeirra hópi manna sem vörðum Jón Baldvin í þessum átökum. Þeir ætlaði að drepa Jón Baldvin, ég held að sjálfstæðismenni hafi verið 25 og þeir voru allir á móti EES. En nú gerist það þarna 91 að Jón getur stofnað ríkisstjórnin áfram með Ólafi og haldið áfram og Steingrímið að veitni að 2 menn fram yfir. En ástríða Jóns fyrir EES er þannig þeir eru hættir við Steingrímur og Ólafur, hann treystir þeim ekki. Þannig að Þorsteinn ekki farið með alveg rétt mál? Þannig að þá, ég man ekki hvort Þorsteinn myndist nú á þetta, ég held að hann hafi ekki einu sinni nefnt þetta og látið þetta bara liggja. Þá gerist það að Jón Baldvin Hannibalsson gengur til Davíðs Oddssonar sem búinn að fella Þorsteinn Pálsson
og segir Davíð, nú ert þú nýr fóringi, hann gengur í fangu Ljónsins, Davíðs Oddssonar og segir, ég veit að flokkurðinn á móti ES, en er þú tilbúin að skipta skoðun fyrir flokkinn, verða forsætisráðherra í ríkisstjórn, þar sem að ég keyri áfram ES-samningin og við verum samhentir það verkefni. Já, segir Davíð, ég skal gangi þetta og þeir stofna ríkisstjórnin út í Viðey á nokkrum dögum og Davíð fer inn í þinghúsi og ég hef aldrei séð annað eins leikrit. Á nokkrum dögum hefur hann snúið öllum sjálfstæðismönnum einnig hring. Nú segja þeir ekki lengur nei. Nú segja þeir já. Og eru allir með ES-samningnum. Þorsteinn var á móti ES og var foringi baráttuna gegn ES á þessum tíma. En svo verður hann meðauðt og Davíð og Jón Baldvin klára þetta. Jón Baldvin Hannibalsson, hvað sem menn segja þann mann, hann fórnaði lífi sínu í pólitík með því að ganga í fangið á Davíð. Jóhanna sprakk gegn honum, Jóhanna drap Jón Baldvin sem pólitíkus en ekki Davíð Oddsson. Davíð Oddsson reyndist honum vel en Davíð vildi ekki vera með honum áfram. Þannig að ég segi við alla, nú virðist vera að ES-samningurinn sé stæðsta verkefni og afrek íslenskra þjóðar og ég spurði Davíð eitt sinn af því að hverju gerður þetta? Guðni, ég er britsari, sagði Davíð. Ég leit svo á ef við myndum fallast á ES og klára það, þá værum við að fá trompspil á hendina, en ekki hundanna. Og þess vegna sneri ég mínum flokki og fellst á þetta og ég kláraði þetta með Jóni Baldvin. Og svo sagði Davíð við mig undir lokin, rétt áður en hann dó, Guðni minn, ef við göngum í ES, í Evrópusambandið, þá erum við ekki bara með trompspilin, þá fáum við hundanna á hendina aðalega, þá missum við allar auðlindir og yfirráð yfir öll á Íslandi til Brussel. En hvað Jón Baldvin varðar, þá er ég hissa á því að menn virðast að dá ES-samningin sem hefur sína kosti og galla. Þó að Framsóknarflokkurinn klofnaði þessu Halldór Ásgrímsson var alltaf eindreginn ES-maður og var síðan Evrópu sinni mikill, svona eins og Þorsteinn í dag, að ef að þessi ES-samningur er svona merkilegur, akkur ekki búið að reisa styttu af Jóni Baldvin Hannibalssoni. Akkur láta vinstri menn svona og krataðin svona við Jón Baldvin Hannibalsson. Hann kláraði þennan samning og fórnaði pólitísku lífi í ríkisstjórn með Davíð Oddssoni og fór í sendiherra eftir það. Þetta er sagan. Þetta er sagan. Já, þá byrði afsökunar á hvernig við orðum spurninguna. Þetta var svona eins og þetta kom fram. Fannst okkur í síðasta þætti, en þetta er áhugavert í meira lagi. Já. En eins og við tölum fyrir hlustendur sem hlustu ekki síðasta þá var Þorsteinn Pálsson síðasti gestur hjá okkur og hann, eins og hann talaði, bara sjálfur með kjaft og klóm, einmitt svo segir, gegn ES á sínu tíma, eins og Guðni segir. Sami maður og segir nú að við gert eins og... Það er ekkert ljótt að skipta skoðun. Nei, það er nokkuð. Nei, það er Ólafur Jóhannesson, prófessor og formaður Framsóknarflokksins og vitrast einn mesti lögspekingur þingsins með Bjarna Benediktssyni gamla. Hann sagði einhvern tímann svo ég heyrði, það er enginn bannað mér að vera vitrari í dag en ég var í gær. Við höfum allir heimild til að skipta skoðun. Og Þorsteinn Pálsson hefur auðvitað heimild til að skipta skoðun. En ég vorkenni Þorsteinni. Hann var formaður Sjálfstæðisflokksins, hann var þingmaður með mér í Suðurkjördæmi, dáður og dyrkaður sem maður sem sagði satt og rétt frá. Hann var sjávarútvegsráðherra, tók við því mikla verkefni af Halldóri Ásgrímssyni sem að er nú guðfaðir kvótakerfisins, sem er hitt atriði í Íslandssögunni sem að hefur breytt Íslandi og þar vann Halldór mikið afrek og Þorsteinn var bara afburða ráðherra með Davíð Oddssoni í 7 ár, sjávarútvegsráðherra, kirkjumála og dómsmálaráðherra og ég var aldrei var við annað en Þorsteinn segði satt og væri drengskapar maður. En mér finnst hann hefur skipt skoðun og mér finnst að hann svona fari eins og köttur í kringum heitan graut og ég veit ekki okkur hann er orðin svona þessi gamli góði sjávarútvegsráðherra svona hlindur til að við göngum í Evrópusambandið. Ég bara botnaði það ekki. En hann stofnaði Viðreisn með Helga Magnússyni. Hann var ritstjóri Fréttablaðsins, Þorsteinn, og hann er ennþá ritstjóri á Kögunarhóli hjá DFF. Og berst með kjafti og klóm með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur
sem var ekta sjálfstæðismadur og með mér í ríkisstjórn, varaformaður sjálfstæðisflokksins, glæsileg stúlka. Nú á hún bara eitt mál eins og Þorsteinn Pálsson. Bara gangi í Evrópusambandið og fer svo mikil að það er eins og hún sé að tapa handboltaleik í FH. Og hún sé komin í seinni hálfleik og sé undir. Og hún er bara ekki trúverðug blessuð konan. Ég treysti henni ekki fyrir málstað Íslands út í Evrópu og hún er búin að sýna það að hún fer illa að ráði sínu. Og mér finnst það náttúrulega svakalegt að því að Kristrún Frostadóttir kemur og verður loksins öflugur foringi verkamannaflokks Íslands sem ég hefði nú vilja kalla samfylkinguna frekar en samfylkingum. Og allar þjóðir þurfa að eiga sterkan verkamannaflokk og sterkan íhaldsflokk og sterkan miðjuflokk. Þannig að hún kemur inn í þessar kosningar með þau loforð og hún boðar ekkert Evrópusambandi, segir miklu frekar að hún ætli að klára önnur mál, þetta sé ekki á dagskrá. Og ég spyr ykkur, er Evrópusambandið núna vænlegt? Þetta var allt öðruvísi þegar aumingjans Össur, vinur minn og góði vinur, var að berjast þarna í 4 ár. Fór í heldpottina og fætur öðrum. Stoppaði svo við landbúnaðinn og sjávarútveginn og hvarf til Kína og gerði viðskiptasamning. Þeir hafa skömm á honum í Evrópusambandinu ennþá því hann braut á það reglur. Því að allir slíkir samningar falla þá til Evrópusambandsins. Hann var að reyna að gangi í Evrópusambandi í 4 ár. Hann gafst upp 2013 og fór til Kína og gerði viðskiptasamning og hefur eiginlega verið í Kína síðan og er þar starfandi businessmaður á margan hátt. Og ég held að þetta sé besti tvíhliða samningur sem Ísland hefur gert. Því eins og Ólafur Ragnar segir að Evrópusambandið er í miklum erfiðleikum, ég kalla það nú bara skuldabandalagið. Því þjóðirnar eru orðnar svo skuldugar. Bretar eru farnir út. Þjóðverjar þetta mikla afl og frakkar stjórna þessu apparati sem auðvitað er, ég er Evrópusinni, en ég vil ekki ganga inn í þennan félagskap. Ég tel að Ísland myndi tapa svo miklu, það fær alla hundana á hendi, það missir landbúnaðinn sinn, aftur missir það landhelgina sem við börðust fyrir með kjafti og klóm og öll stjórnsýsla okkar verður í rauninni út í Brussel og hugsuðu ykkur strákar. Við fáum 5 menn á Evrópuþingið af 700. Hvað heldur að myndi heyrast mikið í Þorgerði Katrínu þar eða Þorsteini Pálssyni eða Degi B. Eggertssyni sem að núna er búin að finna sinn takt. Því að Kristrún hefur nú ekki sett mikið undir hann dag eftir hann kom inn í flokkinn. En nú er hann orðin aðal málsvari aðildar að Evrópusambandinu með Þorsteini Pálssyni og Þorgerði Katrínu. Og hann bullar núna það að við séum, er eiginlega koni í biblíuna, börnin en Evu, að við séum annars vegar í Evrólandi og hins vegar í Krónulandi. Bara rangt. Við erum bara ein þjóð og sjávarútvegurinn er á allt öðrum stað hann var. Sjávarútvegurinn í Íslandi er ekki eign örfára manna. Ef við tökum Brím, þá eru lífeyrissjóði landsmanna sem eiga þar 40-50%. Þeir eiga síldarvinnsluna fyrir austan, að stórum hluta. Þeir eiga í Ísfélaginu. Samvinnumenn eiga allt í Skagafirði, fisk, seafood. Þannig að þetta er náttúrulega miklu meira afl og breytingarna sem urðu eru mestu breytingar sem ég hef upplifað þegar kvótakerfi kom. Það er auðvitað gallað, en það byggði á því að hagræða og fara vel með peninga og spara gengisfellingar og íslenska krónan hefur ekki verið mjög slæm hvað gengisfellingar varðar síðustu árin. Við glímum við efnahagsvanda því að stjórnmálamenninir okkar stjórnalandinu ekki nógu vel. Ég veit eiginlega ekki hvað menn eru að sækja þarna. Sumir hafa nú verið heiðarlegir og mér finnst að Pavel þessi sem núna fer fyrir þinginu, hann er stundum að segja satt sem Þorgerður gerir ekki og Þorsteinn ekki. Því að hann segir að það séu engan undanþágur. Hann sagði það ekkert um daginn. Það eru engar undanþágur. Við göngum bara hverjum potti fyrir sig. Við fáum ykkur í undanþágu kannski til að byrja með. En við verum að ganga inn í þetta. En hér var maður sendiherra sem ekki Tímó Summa. Hann var fyrir Evrópusambandi sendiherra.
Og ég skrifaði það hjá mér þegar hann sagði í vist opinberlega stöðu Íslands. Hann sagði þetta Ísland þegar hann var að fara í þann. Í fyrsta lagi eru Íslendingar Evrópuþjóð og ættu að vera í bandalagi Evrópuþjóða. Í öðru lagi hafið þið fiskimið sem Evrópu vantar. Í þriðja lagi hafið þið orkunna sem Evrópu vantar. Og í fjórða lagi Ísland gluggi Evrópu til norðurs og norðurslóðirnar. Menn hafðu skömm á þessum manni því hann sagði satt. En hann var hér í nokkur ár, sendi herra Evrópusambandsins og hann sagði bara það sem satt auðvitað snýst þetta þetta. Og svo vil ég auðvitað segja við ykkur að það er svo margt í þessu. Við erum matvælaland. Við erum ekki iðnaðarþjóð. Við eigum fiskimiðin. Sjávarútvegsfyrirtækin gera upp í evrum og dollarum. Og hafa gert það í 20-30 ár sennilega frá því að Þorsteinn Pálsson tók við sjávarútvegsráðunni. Þá fenguðu heimild til þess að gera upp í annarri mynd að því að þau fá tekjurnar sinnar í evrum og dollarum. Þetta er bara bókhaldsatriði. Þessi fyrirtæki eru ekkert að vera öðruvís en þeir lifa bara með okkur. Það eru íslenski starfsmenn á íslenskum launum sem vinna í þessu fyrirtækjum. Þannig að ég undra mig á því hvernig þessi ríkisstjórn notar sleggjuna. Já. Sleggja var á brúnastöðum barefli til að brjóta grjót og Kristrún boðaði strax sleggjuna. Og hún að brjóta hér allt niður með Þorgerði og Ingo Sæland. Og þær tóku til að gera sjávarútveginn óvinsælan þegar byrjuðu með að setja á veiðigjöldin. Sjálfsagt að hækka veiðigjöldin eitthvað á sjávarútveginn og það veit sjávarútvegurinn. En það var að gera berjast nógu á honum og þar var sjávarútvegurinn ekki nógu klókur og stjórnarandstaðan. Já. Því að ég held að það hef verið heppilegt og hyggni stjórnmálamenn hefur reynt að ná samkomulagi við atvinnuveginn. Nú sé ég að svo kallaður sjávarútvegsráðherra sem líka landbúnaðarráðherra. Hún að koma með eina skýrsluna að þeir séu að eiga allt Ísland. Já, ég sá það. 400 milljarðar. Þannig að nú enn verið að fara í sjávarútveginn til að gera hann svartan til þess að reyna að koma okkur inn í Evrópu. Já. En drengi mínir, við erum matvælaland. Við erum einn besta landbúnað heimsins. Og landbúnað sem betri og við erum fjölskyldulandbúnað all land. Við byggjum þetta land með landbúnaði og ferðarþjónustan hefur hjálpað byggðunum mjög að mínu viti. Og landbúnaðurinn á mikinn séns og ég var landbúnaðarráðherra lengi og það breyttist margt á þeim tíma. Og við eigum mjög öfluga bændur. En ég gerði það þegar ég var landbúnaðarráðherra að það komu til mín þrír ungir menn og báðum að fá að gera fyrir mig skýrslu sveitarlíf allt til 2025 og það eiginlega enginn að tala þess hvað gerist. Ég var beðinn að senda inn erindi mín viðhorf til að ganga í Evrópusambands til utanríkismálanefndar og ég fór á fund hennar. Já. Og þegar þessi drengir unnu þessa skýrslu fyrir mig 2005-06 þá hélt ég að þeir var að gera glæsilega skýrslu sem ég geti notað í kosningabaratlunum 2007 sveitarlíf. Og allt það sem ég hefði verið að gera á landbúnaðurinn orðinn svo vinsæll og stór og svo margar breytingar sem ég stóð að með góðu fólki og bændasamtökunum og í ríkisstjórn með Davíð Oddssyni sem hjálpaði mér mjög í landbúnaðarmálum. Það gerði Halldór Reyndar Ásgrímsson einnig og góðu ríkisstjórn. En þegar þessi strákar, það var Eiríkur Ingólfsson sem látin því miður, Karl Friðriksson og Sævar Kristinsson sem gerðu alls konar sviðsmyndir. Okay. Og nú gerist það að ég kallaði á til mín einu sinni, ég frétti það að þeir Eysteinn Jónsson, aðstofamaður minn, segir mér frá því að þeir séu komnir með þá sviðsmynd að við séum gengnir í Evrópusambandi árið 2012. Halldór Ásgrímsson átti þann draum að við erum gengnir í Evrópusambandi 2013 og sagði mörg stór orð það. Ég var þar andstæðingur hans og flokkurinn klofnaði. En þarna gerist það að í sviðsmyndinni hjá strákunum að við erum gengnir í Evrópusambandi. Það voru 400 kúabú á Íslandi eins og þau eru í dag. Fjölskyldubú.
6 árum síðar eru þau 120. Árið 2025 eru þau orðin 20. Já. Landbúnaðurinn farin. Sauðfjárbúin eru ekki 1500 heldur 100. Kjúklingar og svínabú sem einhver besta framleiðsla í heiminum á þeim vörum og miklar kröfur gerðar til svína og kjúklingabænda að það allt farið úr landinu. Og það sem meira að sveitirnar eru komnar í eyði og auðhringar í Evrópu eru búinir að kaupa 20%, 20-25% af öllum bújörðum á Íslandi. Þetta var sviðsmyndin sem þið teiknaðu. Ég sagði, strákar, ég var ekki að biðja ykkur þetta, ég mun aldrei birta þessa anskota skýrslu. Ég brenni þessa skýrslu, flokkur minn klofin í þessu máli og þetta skal aldrei verða. Ykkur sagt upp störfum og ég brenni þessa skýrslur. Og síðan hef ég nú stundum hitt þessa stráka ágætir vinn mínir og svo núna allt í einu því að beðin að gefa álit. Þá segi já, þetta hefur verið Guðs vilji. Þetta hefur verið Guðs vilji að gera þessa skýrslu. Því að hún segir hvað verður ef við göngum í Evrópusambandið. Landbúnaðurinn lifir það ekki af. Hann lifir það ekki af. Ég hringi í þessa vini mína sem ég rak og segi, getur þið ekki gefið mér þessa skýrslu, nú þarf ég á henni að halda stráka, ég byrði ykkur afsökunar. Svo gaf ég þeim sitt hvort lambarhyggja, svona sem viðurkenningu á þeirra miklu starf. Og þeir eru enn að vinna fyrir atvinnulífið. Og bændasamtökin ættu náttúrulega að fá fjármagn til þess að rannsaka þessa stöðu. Er þetta satt? Er það lygi? Er þetta satt? Akkur eru allir að segja að landbúnaður muni dafna? Tollarnir fara, tollarnir eru vernd Evrópusambandi að tollabandalag. Meiri segja Þorsteinn viðurkenndi að þetta að helsta áskorunin. Já. Og gamli Bush, þegar WTO-samningar komið til sögunar, manni ég því að gamli Bush, hann var alveg eins og Guðni Ágústsson. Hann sagði, við munum ekkert semja WTO nema það verið hagstætt fyrir bandaríska bændur. Þannig eru þjóðirnar. Og nú þurfum við á matvæli að ekki að halda. Þannig ég bið til Guðs alla daga að við stöndum vörðum eitthvað besta landbúnað heimsins sem við eigum, því að svo gerum við annað ef við gerum þetta allt saman. Þá munum lifandi dýr, við munum aldrei verja það ákvæði. Við flytjum ekki inn lifandi dýr og við áttum aldrei að flytja hér inn hrátt kjöt til Íslands. Mestalagi frosið en aldrei hrátt kjöt. Því það mikil sjúkdómahætta, gín og klaufaveiki, kúariða, gadnaveiki. Fjármálaráðherrann, hann Daði Már, hann búfræðingur. Bændasamtökin fengu hann til þess að reikna það út fyrir nokkrum árum og hvað það kostaði að það kemi hér gadnaveiki í kúastofnin. 3 milljarðar reiknaði hann út, alltaf 3 milljörðum, taldi hann. Og ef að sjúkdómarnir koma hér, þá erum við með heilbrigðustu dýrastofna heimsins sem eru svo illa varðir fyrir sjúkdómum að því að þeir eru svo heilbrigðir að þeir taka pestirnar og þá verður hér neyðar ástand. Og þetta snýr að dýravernd. Þetta ákvæði má aldrei fella út. Við mögum aldrei flytja inn lifandi dýr til Íslands því að dýrastofnarnir eru svo heilbrigðir. Bæði hundarnir og kettirnir verða að fara sem hluti til landsins í ákvæðina geymslu sinn. Og við flytjum aldrei inn íslenska hestsinn sem við höfum flutt út. Þannig að það margt í þessu, en landbúnaðurinn ágætu Íslendingar, hann mun ekki lifa það af að ef við göngum í Evrópusambandið. Hafið það í huga að þetta eru matvælin okkar, Ísland verður allt öðruvísi. Þannig þetta bara eitt atriði. Þetta eru svo mörg atriði sem að segja að við erum að taka hundarna inn á hendina eins og Davíð sagði. Við tókum grandspilið með EES-samningum, við skulum bara viðurkenna það. En nú erum við að taka hundarna líka. Og Þorsteinn komin í lið með því Pálsson, vinur minn, að við göngum í Evrópusambandið og fórnum þessu öllu sem hann stóð fyrir og varði bæði sjóin og landbúnaðinn. Þannig að ég vil rökræða við hann þetta atriði. Og ég skora á
Og ég spyr ykkur, hvað ætla Þorgerður Katrín sem á aðeins eitt mál viðreist og er stofnuð út úr Sjálfstæðisflokknum eitt mál, hvað ætlar hún að gera ef það verður nei? Mun hún segja af sér? Auðvitað hún að segja af sér ef það verður nei. Ætlar hún að halda áfram? Hugsuðu ykkur þegar Ólafur Ragnar Grímsson bjargaði Íslandi sem forseti í Icesave. Hann bjargaði Íslandi. Þegar Icesave kom hér upp og Davíð Oddsson sagði við borgum aldrei skuldir óreiðumanna og var seðlabankastjóri og við fórum í mikla baráttu. Bretarnir fóru nýðingslega með okkur. Ólafur Ragnar Grímsson, forseti, hann varð að ganga fram fyrir skjöldu fyrir þjóðina, takast á við Gordon Brown, forsetisáður í Bretlandi, skaut hann 6 sinnum niður á sjónvarpsstöðvum út í heimi. Þetta var í nýðingsverk. Evrópusambandi stóð með Bretum en ekki okkur. Þetta var viðskiptaleg árás á Ísland. Þannig að Ólafur setti þetta mál tvisvar í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta er ekki fyrsta þjóðaratkvæðagreiðsla núna Evrópusambandið. Ólafur Ragnar Grímsson forseti við miklar óvinsældir þáverandi ríkisstjórnar Steingríms Sigfússon og Jóhannu. Hann setti Icesave í þjóðaratkvæðagreiðslu og í fyrstu þjóðaratkvæðagreiðslunum felldi þjóðin að borga þessar skuldir með 98%. Í seinni umferðinu felldi þjóðin það að borga þessar skuldir með 63%. Þannig að, og ekki sagði Steingrímur Jóhann af sér, alltaf Þorgerður að segja af sér ef hún tapar Evrópukosningunni. Já. Þetta eru allt spurningar. Þetta eru allt spurningar og þetta var mjög gott, mjög gott. Nefndi nokkur sem á Davíð, við erum búin að tala Davíð út í síðustu 2 þáttum og eðlilega okkar merkasti stjórnmálamaður allra tíma. Byrjum við að tala með ES og eins og talar Davíð einn af merkustu stjórnmálamannum allra tíma. Já. Einn af merkustu. Klárlega. Og eins og tala Við mögum ekki gleyma framsóknarmönnunum í því Jónasi á Hriflu og og fleirum og auðvitað mörgum við höfum átt marga góða stjórnmálamenn. Já, en ég ætla Davíð er einn af þeim allra bestu og einn af þeim allra ákveðnustu. Já, það var með spurningin. Hvernig var að eiga við Davíð sem andstæðing og sem bandamann? Við Davíð, við vorum eitt sinn óvinnir. Já. Ég var í stjórnarandstöðu fyrstu 4 árin þegar hann kom inn í þingið. Davíð átti erfitt í þinginu fyrstu 2 árin eftir að hann hafði tekið við Sjálfstæðisflokknum. Hann kunni ekki alveg á þingið. Svo kom hann fullskapaður en hann þoldi mig illa og gekk oft út þegar ég var að flytja mína ræður. En svo gerðist það 98 að hann bauð mér á Þingvöll sem að Havel frá Tékklandi var heiðursgestur og ég taldi að hann væri að bjóða stjórnmálamann og þá var ég einn stjórnmálamann og svo voru það listamenn Hrafn Gunnlaugsson og fleiri og rithöfundar og listamenn og Davíð var þarna náttúrulega á Nautsín og Havel og ég kallaði Davíð út í garð og sagði ekkur dregurðu mig í þitt skelfilega hús, einan stjórnmálamanna. Það er einfalt guðinu minn. Nú hefum við að vera vinir. Það stutti að þú verið ráðherra í ríkisstjórninni og nú hefum við að láta allt niður falla og verða samherjar og við urðum þá þessari stundum. Og eftir það var Davíð minn besti vinur í pólitík og mikill hjálparmaður í landbúnaðinum og leysti mörg mál sem voru erfið með mér. Þannig ég met hann afar mikil sem stjórnmálamann. Já, klart. Já. Við ætlum að færa okkur yfir í afsögna 2008. Þegar þú gekkst út í nóvember 2008, mitt í hruninu, sagðir þú af þér bæði þingmennsku og formennsku. Sama vika og Bjarni Harðarson hættir. Þetta kom öllum á óvart. Hvað gerðist þannig í raun og veru? Þannig var upp úr aldamótum þegar Halldór gerir mig að ráðherra landbúnaðarmála og ég fer að fara mikinn og verði gríðarleg ánægja með mín störf. Þannig ég verði síðan varaformaður flokksins þegar Finnur Ingólfsson hverfur á braut árið 2000 og gegn vilja Halldórs.
Því hvað sem það var, þá vorum við, þá náðum við aldrei saman. Ég held að okkur hafi alltaf líðið illa í návist hvors annars. Það var eitthvað í færi mínu sem hann ekki þoldi eða hvort það var politíkin. Oft var hann vinur minn og ágætur og við vorum ósáttir og ég held að Halldór hafi haldið áfram miklu lengur en hann var vinsælasti stjórnmálamaður Íslands lengi. Hvað ánægjuvogina var það? Nú var ég tekið þar við og farin að skáka Davíð meira að segja. Þannig að þjóðin var ánægð með sinn landbúnaðaráð svo ég segi frá því sjálfur. Því það þannig að Halldór vill ekki hætta að því ég sennilega formannsefnið og hefur heilmikið lið með sér í því. Og þetta gengur náttúrulega svo langt að þegar hann þrotinn að kröftum 2006 og ákveður að hætta, þá krefst hann þess að ég hætti líka. Já. Láti á störfum. Það frækt handaband til á Þingvöllum þar sem ég sagði Halldór á þennan dag gekk út að fundi hjá honum þar sem hann tilkynnti brottför mína og pólitík. Já. Já. Og ég sagðist, var búin að segja við hann að ég var hann vildi gera Finn Ingólfsson vinn minn af formanni flokksins og Finnur vildi verða formaður að verði algjör samstæð það. Ég sagði það, ég get alveg stutt Finn, en það verður aldrei einhugur hann frekar en aðra menn. Og svo var það allt vitlaust þegar Finnur átti að verða formaður. Ég olli ekki þeirri reiði. En þarna verður það til þess að Halldór finnur svo Jón Sigurðsson, príðilegan vinn minn og góðan mann, Jón á Bifröst, og gerir hann seðlabankastjóra, dregur hann út úr seðlabankastjórastöðu og gerir hann að formanni. Og ég segi, ég verð bara að vara formaður áfram. Og síðan gengur það eftir. Jón fellur hér í Reykjavík kosningum 2007. Þá kemur hann til mín og segir, Guðni minn, nú þú að taka við. Ég segi, ertu galinn, Jón? Ég mátti ekki verða formaður með ég stóð á hátindi mína fræðar. Ég fæ aldrei frið sem formaður Framsóknarflokks. Fyrir Evrópu liðinu sem Halldór búin að efla mjög í flokknum. Flokkurinn var orðinn klofinn þetta mál. Og þetta verður til þess að Jón ítir mjög á mig. Ég segi, já, ég verð að gera þetta fyrir því, Jón minn. Og síðan verður niðurstaðan og ég segi, hvernig á ég að fara að? Ég skal tryggja það, segir að Valgerður Sverrisdóttir mikill Evrópssinni, hún verður varaformaður, þar með friður. Já, segi ég, og nú verð ég formaður, flokksins. Og Valgerður varaformaður. Og síðan hefst mín vegferð þarna í andstöðu og ég var að skríða með flokkinu og Valgerður í 11-12%. Og ég var svona á fríðarstól, ég skrifaði ævisögu mína með Sigmundi Erni á þessum, eða hann skrifaði ævisögu mína á þessum tíma fyrir 20 árum að verða. Já. Margt hefur nú gert síðan. En skal ég segja ykkur að ég bjóst alltaf við að það myndi harðnaði mitt líf. Og það voru vel á með okkur Valgerði og við vorum ágætt í stjórnarandstöðu og svo framvegis, en svo gerist það þetta unga lið í flokknum fyrir að herða áróður sem gegn mér og það gerist á miðstjórnarfundi 2008 að það gerð mjög hörð hríðað mér. Okay. Svakalegar árásir fluttar eina 15-20 ræður þar sem að ég talin vollaus formaður og ég verði að víkja. Og svo framvegis. Ég fer heim að þessum fundi, náttúrulega varði mig þarna eitthvað og Steingrímur Hermannsson varði mig og fleiri. Þáttu ég ekki skilið þessa framkomu. Flokkurinn væri að fá vind í seglinn og stekka. Ég fór heim til Margrétar minnar og við tókum í rauninni ákvarðun það að nú væri nóg komið. Já. Ég myndi verða hrakinn frá starfum, yrði leiðilegur og fúllinn í þinginu og yrði settur af. Þannig ég ætti ekki erindi lengur. Þá tók ég ákvarðun það að segja að mér formennsku í Framsóknarflokknum og þingmennsku leið. Sturla vinur minn Böðvarsson, hann tilkynnti þá forsetastól. Og ég var náttúrulega helvíti montinn því að
70% þjóðarinnar þannig í hruninu sagði sjá eftir mér. En ég kvaddi glaður og fór til Kanaríeyja sem frægt var og nú var spurningin hver, ég sagði grasrótin verður að velja sér nýjan formann. Framsóknarflokkurinn lifir þetta ekki af. Það verður að finna nýjan formann sem sameina flokkin. Það buðu sér fram Páll Magnússon, vinur minn sonur Magnússon Bjarnfreðssonar og Höskuldur Þórhallsson. Ég sagði Höskuldi að því Páll var nú Evrópusinni að ég myndi nú kannski styðja hann ef að kæmi ekki fram Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem var aðstofamaður minn í rauninni þegar ég var formaður flokksins. Og hann hikaði eitthvað. Ég gleymi aldrei fundið ég var komin frá Kanaríeyjum 11. desember þar sem að ég býð honum heim Sigmundi til að færa honum ostakorfu, ekki að lambarhygg, í þakklætis fyrir hvað hann hafi verið góður. Og Gunnari Steini Pálssyni vini mínum sem hjálpaði mér svona við að klára þetta vinur minn til áratuga, almannatengill frægur, sem var almannatengill Ólafs Ragnars þegar hann var forseti. Frábær maður og með mér núna í Njáluverkefnum. Fleirum. Og þegar að hann kemur þarna 11. desember þá Páll og Höskuldur búin að hirða landið og bjóða sig fram og Sigmundur situr þarna og Gunnar segir hver verður formaður Framsóknarflokksins? Já, mér kæmi það ekki óvart segja að það sé drengurinn þarna og bendi á Sigmund og hann roðnar og segir ekki að Gunnar fer að gera grína þessu Gunnar Steinn og leggja honum ykkur orð í munn. En 30. desember býður hann sig fram og hann segir náttúrulega alltaf að austfirðingar hafi fundið sig upp. Já. Ég tel nú að ég hef þátt í því að hafa leitt hann inn á pólitíska völlinn og Óskar Bergsson vinur minn var líka komið með hann inn í borgarpólitíkina hér þar sem hann var að ræða skipulagsmál og orðin Framsóknarmaður enda sonur þingmanns Framsóknarflokksins Gunnlaugs Sigmundssonar. Þannig að 30. desember býður hann sig fram og menn töldu þetta nú alveg vonlaust. Já. Hann býður sér svo sent fram. Ég gleymi aldrei flokkstinginu í Valshöllinni. Þar eru þessi 3 frambjóðendur komnir og þeir keppa með sér og þeir flytja allir ræður og einn á að falla út í fyrstu umferð nema eitthvað fái hreinan meirihluta. Og það verður nú svo að sá sem menn héldu að myndi vinna, Páll Magnússon, sá frábæri drengur, hann fellur út í fyrstu umferð. En Sigmundur heldur slíka ræðum því hann ræðuskörungur og blaðalaust, alveg öflugust ræður sem ég hef heyrt. Kannski flutti Lilja Dögg núna álíka ræðu á flokkstinginu þegar hún syngir að því Ingibjörgu Ísaksen. En Sigmundur heldur slíka ræðu að hann vinnur kjörið að verða formaður flokksins. Hann steypir í rauninni ríkisstjórninni með Steingrími og Jóhannu og verður utan hennar en veitir henni vernd til vors þar sem kosið. Framsóknarflokkurinn stækkar nú eitthvað en Sigmundar tími kemur ekki fyrir 2013 því hann náttúrulega hetja eins kjörtímabils. Já. Og ég held að hann hafi verið skapaður fyrir það kjörtímabil því að Ólafur Ragnar vann Icesave og við unnum það fyrir EFTA-dómstólnum svo og áttum aldrei að borga skuldirnar. En Sigmundur og Framsóknarflokkurinn lagði til í þeirra kosningabaráttu að við myndum hirða hrækama sjóðina sem hann kallaði eða vogunarsjóðina sem hefur kift upp Ísland nánast. Og það trúði þessu enginn. Ég sé Sigmar Guðmundsson djöflast á honum eins og lús í frægum þáttum. Og Sigmundur bara staðfastur við hirðum þessa vogunarsjóði. Og svo gerist það með Bjarna Ben, hann fer í ríkisstjórn með honum, þessi frábæri maður, Bjarni Ben. Og þeir taka höndum saman að klára þetta verkefni. Og þarna verður Interfence-hópurinn til, sem bjargvættur Íslands, og það gerist í þessu að Sigmundur nær sínu stefnumáli fram, og það eru 700 miljardar allavega hirtir af vogunarsjóðunum, hrækamarsjóðunum, og Ísland eru hetjur í heiminum fyrir að hafa hirt af hrækamarsjóðunum 700 miljardar til að borga niður skuldir Íslands. Ísland hefði orðið gjaldþrota ef við höfum orðið að borga Icesave og ef við hefðum ekki hirt hrækamarsjóðina. Ég held að Sigmundur hafi verið skapaður fyrir þetta kjörtímabil. Svo var hann alltaf tekin að lífi í ráðherrabústaðnum sem formaður flokksins, þá grét ég. Já. Það
Það var ódrengileg aðför. Þegar kemur sænskur glæframaður, fær ráðherrabústaðinn til að skipuleggja aftöku á forsætisráðherra sem að var ógnvaldur gagvart vogunarsjóðunum og öllu þessu liði. Og það skipulögð aftaka hans og svo leggjaði bara allt aðra spurningar. Ég sagði einhvern tíðan við Davíð Oddsson, hvað segir þú þetta, Davíð? Ég hafði eina reglum að ég googlaði alltaf sterka útlendinga sem voru að koma til mín hverju þeir væru. Það var engin launungum að googla þennan mann sem kom til Íslands að hann var komin bara til að sætja höfuðlegri. Já. Og þetta var til þess að Sigmundur varð að segja af sér og Framsóknarflokkurinn lenti í miklum þrengingum. En hann bjargáðunum frá hreinsaðana Evrópu áráttunni með góðu fólki, Sigurði Inga, Lilju og fleirum, og hann gerði Lilju Dögg að utanríkisráðherra þegar hann var að segja að sér og hún var tignarlegur utanríkisráðherra og vakti mikla athygli, Lilja, og hún var hagfræðingurinn sem að var flutt úr Seðlabanka, hún var alin upp í Seðlabankan og hámentuð í stjórnmálafræði og hagfræði og hún fór niður í forsætisráðherra til að vera með Sigmundi Davíð, var mikill vinnur hans. Það munið kannski litla að hún færi með honum. En hún með honum í þessu mikla verkefni og ég heyrði á 10 ára afmæli þar sem því var fagnað að við höfum endurreist Ísland. Lósun Hafta. Ha? Við Lósun Haftaði ekki? Já. Og þá sagðu allir þessir menn sem fluttu ræðu. Hún var naglin, Lilja Dögg var naglin í þessu verki. Hún var svo sem stóð við hliðin á Sigmundi Davíð og hjálpaði hann mest og Bjarna Ben og Benedikt Gíslason og Ásgeir Reykfjörð og fleiri. Þetta var afrek og það er gaman að hitta þessa krakka. Sigurður Hannesson og fleiri, já. Sigurður Hannesson. Það er gaman að hitta þessa krakka sem voru frelsis fólk Íslands og hvernig þau lýsaði ástandinu sem var hér út í Bretlandi og víðar í kringum þessi málu út í Evrópusambandinu. Þar sem að engin þjóð stóð með Íslandi og við sigrum bæði Icesave og vogunarsjóðina, Ólafur Ragnar og Sigmundur Davíð. En Sigmundur Davíð náttúrulega, hann lenti í miklum hrakförum og hann varði sig ekki hinn 3. apríl í sjónvarpsviðtali, þetta kom öllum á óvart að það gerst. Hann hefði langan tíma að mínu viti og ég sagði við hann, Sigmundur Davíð, að hún gekkst ekki fram eftir 3 daga eftir aftökuna í Ráðhúsinu og hann hérst blaðamannafund og skýrði þín mál. Akkur varstu ekki búin að brenna þessa penninga sem þið hjónin áttu eða flytja þá heim? Já, ekkert penningana, sagði Sigmundur vinur minn. Hún á þá. En þetta var til þess að hann misti æruna sinn. Og það er erfitt að ná ærunni í pólitík og þess vegna sagði ég við hann á fundi Sigmundur minn, eins og við vorum miklu vinnir. Ég get ekki trúa því að þú ráður við að verða formaður áfram í Framsóknarflokknum. Því þú varst að segja að þér forsætisráðherrastöðurum, þú er ekki varið þig og þess vegna sigraði Sigurður Ingi varaformaður Sigmund 2016 á flokksþingi. Það eru mikil söguleg tíðindi. Já, heldur betur. Og en jarðvarmahlaupið, þeir eru hvergi næri hættir. Ný. Nú er það jarðvarmahlaupið, 9. júlí klukkan 19:30. Næs. Veitur og ljósleiðarinn og Carbfix verður síkala gaman að taka þátt í því. Ég mun ekki geta það, sökum hnésins eins og stendur, en Birgir, ætlar þú að láta sjá þig? Ég er að pæla þetta að sjá mig og það sem er að falla á orku náttúrunnar er að hún á Glæsir í systkini sem eru Veitur, ljósleiðarinn og Carbfix. Já. En við erum menn svona fyrst og fremst, en þetta er glæsileg fjölskylda. Geggo, gegg vikunar, er það saxofónleikari í partíð helgina. Gæti mætti í fordrykk í brúðköpi líka og spila 30-60 mínútur. Ef það springur lögn í brúðköpinu, þá er það Geggo líka. Engin fyrirvar á þessu, þeir bara æðast það. Elko, það er sólkerfisringurinn, Galaxy Ring. Já, það er típist þú að vera í þessu, sko. Já, ég hef verið, einmitt búkmaður til þessa, hættur að vesla við það fyrirtæki, þannig að þá ætti maður kannski einmitt að skoða Galaxy Ringin í Elko og þannig er þetta sjá orkustíð, drakkar svefn og margt fleira, 69,95 krónur fyrir þess að gæða vöru. Gefur ekki gjald, óttar frábæran daginn. Payday, þetta auðvelda launavinnsluna.
Já, þetta auðvöldar eiginlega bara lífi fyrir manni og eiginlega bara allt saman, sko. Þetta auðvöldar að senda reikninga, áskriftarreikninga. Heyrðu, þú getur tengt á við vísitölu með þess Ég held að ríkisstjórnin verður búin að taka fyrir það. Já, nei, sko, Payday þeir segja bara að þú ræður hvort sem með verðringunni eða ekki, sko. Fröken Reykjavík, lambasnitsel með stökkri áferð, rifsber og skalóttlaugur. Guðni var ánað með það. Beikisveppur og kapers, sko, ég ætla að þanga það eftir. Já, ég Hárðu á mig og segðu mér að ég sé að grínast. Nei, þú ert ekki að grínast. Nei, ég er ekki neitt að fýblast. Fröken Reykjavík, útisvæðið á titildum. Frábært port þar. Já, og talsvert vatn hefur runnið til sjávar síðan en mér langar að ræða við stöðu Framsóknarflokksins í dag. Þú er ekki sparað stóru orðin þar. Í Morgunblaðinu skrifaðu að það þurfa að koma Framsókn af líknardeild. Er flokkurinn virkilega svona illa staddur? Hann var mjög illa staddur eftir síðustu kosningar. Sko, Sigurður Ingi tekur við flokknum. Hann var kannski ekkert skapaður til að verða foringi, en hann gerði margt vel, sem hann gerða. Og var með Lilju sem varaformann. Þau voru saman og þau vinna sína stórkostlegan sigur 21 í alþingiskosningum. Og Sigmundur klofnar síðan frá flokknum, sem var mikið áfall, stofnar miðflokkin, sem að auðvitað komið við hliðin á Framsóknarflokknum og er mikið ógn, en samt sem áður sigrað þau kosningarna 21, alþingiskosningar, fá góða útkomu og mynda því miður ríkisstjórnin áfram með Sjálfstæðisflokknum og Vinstri grænum, þá áttu menn að breyta til. En þetta verður til þess að Framsóknarflokkurinn síðan 22 vinnur sem glæsilegasta sigur í 100 ári sveitarstjórnarkosningum. Undir forystu Sigurður Inga og Lilju Daggar. Þá hefði fljótlega verið tíminn fyrir Sigurð að standa upp og segja stóllinn er laus, en hann vildi ekki að Lilja tæki við frekar en Halldór að ég tæki við. Þannig að þarna var klofningur í flokknum. Og síðan fóru kosningarna svona illa og í öllum löndum gerist það þegar flokkar fara svona illa og hann er nánast komin á líknardildins í að lýsi að þá segja formenn af sér. En ég held að þetta sé nú allt saman að fara vel, drengi mínir. Já. Kosningarna núna, sveitarstjórnarkosningarna, Lilja vann glæsilegan kosningasigur og flutti afburðaræðu á flokksþingi og sýndi hver hún er. Hún er náttúrulega okkar sterkast að lærða efnahagskona Íslands og sennilega með mesta reynslu í efnahagsmálum af öllum mönnum sem hafa verið kjörnir á þing, þannig að hún á erindi. Hún þekkir stjórnmálamennum allan heim eftir að vera utanríkisráðherra og hún er heil og hrein í Evrópumálunum og ég held að hennar tími muni koma og hann kom í sveitarstjórnarkosningunum núna. Sjálfstæðisflokkurinn vann þar glæsilegan sigur og Guðrún er sterkari á eftir, en Lilja vann ekkert síðri sigur. Því að Framsóknarflokkurinn hann fekk bara góða kosningu í flestum sveitarfélögum og er næst stæðsti flokkur landsins í sveitarstjórnum, eins og hann var. Já. Þannig að ég held að Lilju tími sé komin og hún sé að gera mjög góða hluti og það sé eftirspurn eftir hennar þekkingu núna þegar ríkisstjórnin með sleggjun er að brjóta hér allt niður. Og ég hef ekki trú á því að miðflokkurinn ógni Framsóknarflokknum heldur mjög mikið. Nei. Allir eiga sinn tíma. Sigmundur fer nú að verða búin að vera í 15-20 ár. Lendi í sínum ógöngum, er mikil hæfur maður enn. En hann hefur opnað flokkin fyrir miklu harðlínu liði. Þetta er harðsóðin flokkur. Þetta er mikil hægri flokkur. Dyrnar hafa staðið opnar fyrir miklum öfgum. Framsóknarmenn eru ekki öfgamenn. Þegar klofningurinn varð Jónas á Hriflu, þá klofnaði flokkurinn Jónas, að því Jónas var svo orðljótur, þessi mikli stjórnmálaskörungur. Kristilegi armur flokksins stofnaði bændaflokkin. Og faðir minn og fleiri sem, hann var nú ekki komin í pólitík þá, þeir þoldu ekki orðbragð Jónasar. Framsóknarmenn eru prúðir eins og Steingrímur Hermannsson var. Þannig að ég held að miðflokkurinn ógni ekkert Framsóknarflokknum sérstaklega. Hann er komið með mikið að hægra lið og hann er dálítið harðsóðinn og harðskeyttur. Þannig að ég held að Lilja keyri Framsóknarflokkin aftur upp
á það stig sem hann var hjá Steingrími Hermannsinni. Sumir segja að til dæmis þú sjálfur og aðrir harlínumenn ykkar þátt í stöðu framsóknar. Hvað segir þú við því? Já, það er engan þátt í því, ég er bara góður liðsmaður eins og Eysteinn Jónsson var og Steingrímur Hermannsson eftir í hættu. En ég hef skoðanir enn og skiptið mér af eins og Ólafur Ragnar Grímsson og Þorsteinn Pálsson. Já. Og ég er enn í mínum flokki. Hefur íhuga að ganga til liðs við miðflokkin? Aldrei. Nei. Ég sagði Sigmundi það strax að við varum ekki samherjar lengur í pólitík. Nei. En ég á mér auðvitað þá von. Og átti mér þá von að þetta gerðist aldrei. Og á mér auðvitað þá von að þessir flokkar nái saman og við eigum ekki að gera við nema 4 flokka á Íslandi. En þeir eru dálítið langt frá okkur og eru núna, miðflokkur og Framsókn? Mjög langt. Þetta er harðsoðinn flokkur, þetta er mikill hægri flokkur. Orðinn í höndum Sigmundar og þeirra manna sem það er Sigríður Andersen, mjög harðskeitt og snjöll, hægri kona. Hægri armur sjálfstæðisflokksins hefur farið yfir í miðflokkin og ég held að Framsóknarflokkurinn fái sína liberalmenn aftur heim og sé að fá það núna. Þannig að, og ég held að Lilja byggju upp vinstri hlið, félagshyggju hlið Framsóknarflokksins sem að í rauninni dóðaldið á tíma hægri stefnu Halldórs Ásgrímssonar því hann var hægri maður. Sá væni maður. Ég get sagt ykkur frá því hvernig ég sættist við Halldór Ásgrímsson, sem auðvitað mjög merkilegt. Því að ég sagði ykkur frá því áðan að við höfum alltaf geta verið undir sama þætti okkur leiður illa, honum sérstaklega. Ég veit ekkert hvað það var. Ég vinur fólksins hans og þessir hortfyrringar, þessi ættans frábær og Halldór náttúrulega einn af afreksmönnum íslenska stjórnmálamanna, bæði með Kárahnjúkavirkjun og ekki síst sjávarútgerfi, hann er guðfaðir þess og lagði grundvöllin að því. En eitthvað var það í fari hans sem ekki gerði það verkum og svo dó hann náttúrulega fyrir aldur fram því miður, sorglegt. Hann var með í flokknum og áfram, en hann auðvitað stutti mig ekki sem formann og sumir segja liði sem fór gegn mér hafi verið og það var hans Evrópusinnar. En við vorum ósáttir og ég sættist alfarið við Halldór, ég fór á miðilsfund eftir hann dó, nokkrum árum. Og þá gerðist það að hann kom með kosningabrósið, hann átti sérstaklega kosningabrósið, hann leið hvergi betur enn í kosningabarátt. Hann er duglegasti kosningabaráttu maður sem ég hef þekkt. Og hann er engin maður hafði við honum með að Framsóknarflokkurinn átti erfitt. Maðurinn var óskaplega vinnusamur. En þegar ég er þarna á þessum fundi hjá miðlinum, þá er Halldór fyrsti maður sem kemur til mín og leggur rauða rós á borðið. Þá sveif í burtu öll minn sársauki yfir því að við skildum aldrei ná saman og verða pólitískir samherjar. Við vorum það ekki. Nei. Og hann klofnaði náttúrulega líka á milli Halldórs og Steingríms. Því að Halldór klauf flokkin sem Steingrímur sætti sig aldrei við í EES-málinu. Steingrímur gerði það fyrst og fremst út af stjórnarskráni. Nú er komið í ljós að EES-samningurinn stangast á við stjórnarskrána. Og eitt er víst að Þorgerður Katrín og Kristrún Frostadóttir, þær ganga ekki í Evrópusambandið nema að breyta stjórnarskráni og stendur í vegi fyrir því. Það þarf tvenna kosningar til að breyta henni. Þannig að það er nú margt sem á eftir að gerast í þessu landi. Eitt sem langar að spyrja á hann og höldum áfram með þáttinn. Við tölum um Sigmund Davíð áðan þegar Sigur Ingi tekur við hann sem formaður. Það var svona dálítið leiðinleg endalok og einhvern veginn á skjám allra landsmanna hefði verið hægt að gera þetta einhvern veginn hreinlegra og betra? Já. Ég held reyndar að Sigurður hefði átt að hætta á tindi ferilsins eins og við eigum allir að gera. Já. Ég held að mér hafi hefnast að hætta bara á réttum tíma. Og ég hef aldrei séð eftir því. Nei. Og fekk önnur verkefni og ég get sagt okkur það að ég er bara, fólk er mjög vinveitt mér, ég er mjög eftirsótt og ræðumadur. Já, ég trúi því. Og alls konar hátíðum og þar sem ég gengum götur, ég var til dæmis núna í Reykjavík á göngu, þá að þeim stoppar jeppi með 8 strákum, rúmlega 20, allir frá Höfn í Hornafirði og þeir stökka út og
Þeir eru þá að fara erlendis og vilja taka mig með sér, segja þeir að ganni sinnu og taka myndir af mér og þeir þekktu gamla kallinn. Já. Þannig að ég er auðvitað hamingjusamur af að hætt og á góðan tíma. Ég tel að ég sé ekki neitt harðlínu maður í Framsóknarflokknum. Ég vil hafa flokkinn minn á þeirri grundvallarstefnu sem var stofnaður til. Það er í rauninni sama, standa frelsi landsins, standa með atvinnulífinum, landbúnaðinum, sjávarútveginum og svo er eitt sem er ljóst, drengi mínir, að EES-samningurinn gerði það verkum að heimurinn er opinn, strákar á ykkur og stelpur á ykkar aldri eru svo klárar í viðskiptum heimsins að þetta fólk er alveg miljardamæringar af því að kanna á ykkur að tekni sem ég kann ekkert á. Nei. Og hugsaðu ykkur að nú eru menn að hata ykkur að ríka sjávarútvegsmenn og reyna að gera þá að blóraböglum. Hún Laufey söngkonan flotta. Hún getur alveg miljardamæringur á ykkur augabræði. Já. Og hann Haraldur minn sem hefur rappað upp Ísland, hann var miljardamæringur og ver penningum sínum í þágu samfélagsins. Þannig að við stöndum með Ísland á allt öðrum stað og ég held að við séum með Ísland á þeim stað að við eigum að vera frjálslu þjóð og fullvalda. Við erum á besta stað í heiminum. Við erum auðvitað að rækta Bandaríkin, við erum með Trump, hann fer ykkur tíman. Hann er auðvitað leiðinlegur, Trump. Stjórnmálamaður ekki að mínu skapi. En það er eitthvað í Bandaríkjanum sem er að og við erum með varnarsamningu við Bandaríkin. Og Bandaríkin eru náttúrulega lykillinn í NATO. Evrópa er herlaus. Við viljum ekki að börnin okkar fari í herin, er það? Nei. Það viljum við ekki. Þannig að það er svo margt sem að segir okkur að Framsóknarflokkurinn þarf að verða öflugur og við þurfum að ganga bara hreinlindir til þessara kosninga. Ég tristi ekki Þorgerði Katrínu, vinkonu minni, til þess að fara með þessi mál. Ég tristi ekki Össur í Skarphéðin sinn og sagði honum það, en samt var hann svo heiðarlegur að hann fór ekki ofan í pottana landbúnað og sjávarútvegsmála þegar hann vissi að það var ekki hægt. Já. Og ef við förum í þetta í 4-5 ár núna, þá er allt strand á Íslandi. Hvað þetta gerist í íslensku landbúnaði næstu 4-5 árin ef við förum í þess samningagerð? Ekki neitt. Hann er bara strand, hann er í óvissu. Og Ísland er í óvissu ef við setjum stað samningagerð með Evrópusambandinu, við eigum bara þar enga möguleika því að öflugir íslenski stjórnmálamenn munu aldrei fallast á það að láta hafið og landið auðlindirnar sem eru núna dýrmætar en nokkru sinni fyrr, orkunna og allt þetta sem við eigum fram yfir aðra þjóðir að láta það í hendur á Evrópusambandinu sem er að verða skuldabandalag og hugsaðu ykkur hvað við verðum að borga til að vera þar. Mér er sagt að Ísland sé núna búin að láta 100 milljarði, ég veit ekki 40-100 milljarða, segir Sigurjón Þórðarsson stjórnarliði, formaður fjárlaganefndar, í loftslagsmálin. Í loftslagsmálin, hugsaðu ykkur. Ísland, sem er með 90% græna orku, við látum eins og við séum kólakynnt land. Og svo er Evrópusambandi núna, hvað er að gera strákar? Þeir ætla að stoppa okkur af hérna á eyjunni. Þeir ætla að leggja gjald á flug og ferjur. Þannig að þeir ætla að hefta okkur hér. Þannig að Æslander getur farið á hausinn út af bandarískum sem hafa alltaf aðra stöðu. En nú erum við fram á gangi að meðan þetta er í gangi. Kannski verið fínt að vera með sæti við borðið, þá getum við sagt eitthvað. Ég held að þetta kjaftaði sæti við borðið og að kíkja í pakkan, sem nú bara vitleysa. Við erum með öll okkar völd og við erum með nýjan heim sem tækifæri, við erum með glæsilegt ungt fólk, við erum með öflugra atvinnulíf en nokkru sinni fyrr, sterkasta sjávarútveg heimsins, frábæran landbúnað sem menn öfunda okkur af og öflugir í orkunni og iðnaði vaxandi, þannig að við eigum að vera frjáls þjóð í frjálsum heimi og horfa eins og Ólafur Ragnar segir til allra átta, Asíu. Það eru ævintýrin að gerast, Kína. Össur veit það, hann gafst upp.
Þannig að Ísland á alla möguleika ef það frjálst, en farða inn í Evrópusambandið, þá verðum við fátæk þjóð og við verðum að hafa góðu lífskjör fyrir unga fólkið á Íslandi til að búi hér. Og við Færeyingar og Íslandingar verða að bjóða þjóðsinni góð lífskjör til að unga fólkið fari ekki út í heim. Því að við búum við þær aðstæður, hér kalt yfir veturinn og erfitt og heimurinn opinn. Þannig að við verðum bara að halda í þessi góðu lífskjör sem við höfum og erum ekkert að fara inn í skuldabandalag Evrópu með Þorsteini Pálssyni og Þorgerði Katrínu og Kristrúnu Frostadóttur sem að hefur því miður brugðist vonum mínum. Maðurinn og jafnaður maður í eðli sínu og gengið á bak orða sinna hvað það varðar að setja þetta allt saman á þessa dagskrá. Inga Sæland lætur plata sig eins og Steingrímur og fylgir með í pakkanum. Sem að færa okkur í heimahagana árum að gera það Birgit búið nú verkvæði menntaður 5 deilt með 700, ertu með tölun á því hvað það það bil? Já, en þá með sömu rökum, þá ætti maður ekki að kjósa, þá maður 1 deilt með 300.000. 0,007. Þá getur maður sleppti að kjósa líka, þá maður 1 með 300.000. Já. Klárir eru þið strákar. Já, takk. Heyrið, við ætlum að færa okkur í íslenska landbúnaðinn. Já. Og það eru þetta Kolumbus sem eru með okkur þar. Já. Kolumbus ævintýraferðir og þetta er svo þægilegt að ferðast án fyrirhafnar. Fyrir fólk sem vil sleppa öllu skipulagsstressi þá er þetta bara vandlega útfærðar ferðir frá A til Ö og þú ert bara að mæta og njóta og treysta því að Kolumbus sé búið að skipuleggja fullkomna ferð fyrir þig. Já, sem þeir eru búin að gera. En við ætlum að færa okkur í íslenska landbúnaðinn því að þú tala um að Ísland séu þetta matvælaland en matvælalandi Ísland sem draumur sko. Hvað felst í þessum draumi? Sko við eigum heilbrigðustu dýrastofna. Við höfum hreina jörð, við notum engin eiturefni, við höfum nota orkuna miklu meiri í gróðurhúsin. Ég stóð á akrinum með þeim sælandsfeðgum upp Biskupstungum á dögunum með Lilju Dögg og Höllur Hund. Það var Rósa akurinn sem þið kaupið til að gefa elskunni ykkar og þá sagðu þeir þessi akur verður ekki hér ef við göngum í Evrópusambandið. Þá fór ég að gráta. Já. En við eigum hérna að landbúnaðurinn svo mikilvægur og við förum mjög glannarlega. Sjáu þið þennan hrygg? Já. Ég ekkert að, það eru góður bændur allan heim. En akkur eru Íslendingar, ég held 80-90% þjóðarinn í skoðunarkönnum standi með mér. Akkur erum við að sækja lamb til Nýja-Sjálands 18.000 kílómetra. Blóðmassinn svartur sem hel. Kostkólambi. Já, það var lambakjöt í svona pakningu sem var búin að liggja í 10 daga og enginn keypti. Þá var þetta orðið svona. Svona var varan orðin þess að hún var í Costco. Og ég veit að þetta hefur verið góð vara þegar hún kom upp í Nýja-Sjálandi. Já. En akkur erum við að þessu? Akkur erum við að sækja lambakjöt þessa leið? Ég held að við eigum að styrkja okkar landbúnað. Þegar ég var ráðherra þá gengum við í það til dæmis að fara í byltingu í kúabúskapnum. Við lögðum niður mikið af mjólkubúum allt land, svona það var svipað á sjávarútveginum. Hér voru einhverjir 1500 kúabændur á tímabili. Nú eru þeir 400 og mjólkursamsalan allt land sem fyrirtækið. Við færðum neytendum með þessari einu gjörð 2 milljarða í lægri vöru og bændum 1 með þessari ákvörðun. Og þess vegna eigum við náttúrulega mjög öflugan kúabúskap og glæsileg fjós, svona 60-70 kýr fínn búskapur fyrir fjölskyldu og við eigum að standa vörð þetta. Sauðfjárbúskapurinn var hér að drepast á tímabili og landbúnaðarráðuneytið var lagt niður þegar ég fór, nánast, ekki alveg þegar ég fór, en þegar Steingrímur og Jóhann á Evrópusambandshugsunin tók við. Einmitt. Og það hefur í rauninni verið mjög skert starfsemi þess. Mörg landbúnaðarverkefni eru undir öðrum ráðuneytum, hugsaðu ykkur
Já. Vigdís Finnbogadóttir sagði því ég varð og tók að tala fyrir skógrækt. Þá sagði þetta er rétt Guðni, skógrækt landbúnaður allan heim. Það Íslendingar viti það ekki. Menn halda líka, og þess vegna hafa menn sett landgræðslun og skógræktinu undir umhverfisráðuneyti. Þetta landbúnaður. Og við eigum að eiga, og allar þjóðir standa vörðum mjög sterkt landbúnaðarráðuneyti. Þannig að og svo náttúrulega vann ég með hestamönnum og ríkisstjórnir mikið afreika í kringum íslenska hestin. Byggðum 25 reiðhallir þegar ég seldi lánasjóð landbúnaðins var að gera það. Að því að bændurnir neituðu að greiða inn í hann. Þá hefði hann orðið gjaldþrota og ég fekk leyfi til þessi á Halldóri og Davíð að selja hann og ríkisstjórninni. Og við seldum hann á 2,6 milljarða og Björgúls feðgar keyptu. Og svo var 350 milljónir í sjóði sem ég fekk og gat veitt til að byggja reiðhallir allt land. Já. Og ég stóð með hestamönnum og íslenski hesturinn náttúrulega ævintýri, ræktaður í 20 löndum og ein af auðlindum Íslands. Þannig ég náttúrulega bara einlægur landbúnaðar sinni og tel að við eigum hér alveg einstakan landbúnaðar. Já. Og það á ekki að síður við svínin og kjúklingana. Nei. Við förgum ef að kemur salmonella og kjúklingabúi, þá förgum við fuglunum á Íslandi. Já. Í Evrópa kjöti bara soðið. Já. Þannig að við erum miklu strangari og við eigum ekkert að flytja inn neinar afurðir í landbúnaði nema þessi undir sömu reglum og við setjum íslenskum bændum. Bara sömu, við tökum ekki inn vörur nema þessi undir sömu reglum. En verðum við ekki bara að treysta neytendum fyrir þessu? Að þeir velji rétt? Ef það væri nú, þetta fallegt orð hjá þér. Já, takk. En hugsaðu þér það að kaupmennirnir, þegar þeir versla við mjólkursamsöluna, þá hafa þeir skilarétt á ostónum, eða því sem ekki selst. Og eins það á kjöti og öðru. Það hafa skilaréttin í fyrirtækinu aftur. En þegar þeir kaupa erlendis frá, þá ekkert annað að gera en ef það ekki selst á réttum tíma eins og þessi ljóti nýlenski hryggur sem þið voru að minnast á. Já. En að fara með hann á haugana. Þess vegna gera þeir allt til þess að selja það sem innflutt margir hverjir. En ég held samt sem áður, ég ætla ekki að svífurða verslunina eða kaupmennina. Ég held að mikið af fólkinu sem vinnur á þessum stöðum sé dái íslenska vöru og vilji hana umfram allt annað. En það sagði við mig mikil viðskiptamaður á Evrópusinni. Það eitt sem við verðum að hafa í huga, Guðni minn, og það það að frelsið mikið vald sem menn fá með frelsinu. Og menn verða að fara vel með frelsið. Og menn verða að virða svo margt þegar þeir hafa fengið frelsið. Við eigum pínu lítinn landbúnað. Það engin vandi fyrir Arla sem 100 sinnum stærri en mjólkursamsalan þegar tollarnir eru farnir að drepa mjólkursamsaluna. Nei. Og það engin vandi, ríkisstuðningurinn við landbúnaðinn orðin sára lítil. Það? Já, hann bara 1% orðin. Það var einhvern tíðan 10%. Já. Hann sára lítill og hafa minkað beikarislu til bænda, hafa minkað markvisst því miður og ofmikið. Því að menn eru að setja í loftslagsmálin 40-100 milljarða og menn eru að setja í hitt og þetta stórbrotna peninga. En auðvitað eiga menn að styrkja matvælalandið Ísland og tryggja það að landbúnaðurinn blómstri og geti þróað sína vörur og núna í samkeppni við innflutninga og ostum og alls konar vörum. Það var orðið mikil breyting í þessum. Já. Þú sendið mér ákveðna umsögn sem að þú gerðir sem ég las yfir í gærkvöldi. Það sem þú talar óvissan bara ein og sér, þú kannski nefndir þetta saman, bara það að þetta ESB-ferli sé í gangi, geti dreigið fjárfestingu og nýsköpun í landbúnaði. Erum við farin að sjá þess merki strax? Já. 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 Það óvissa sem yfir íslensku landbúnaði. Og það sem meira að þið spurðu mig ykkur sem þið senduðu mig með unga fólkið.
Hvers vegna ætti fólk að vera í landbúnaði? Gerðu ykkur grein fyrir því að Hvanneyri og Hólar eru fullir af fólki sem vil verða sveitamenn. Já. Og þegar ég var landbúnaðarráðherra var það mikil breyting aldamót, ekki mér að þakka. Það gerðist í minni tíð að allir vildu verða sveitamenn. Og það gríðarlegur áhugi fyrir hjá ungu fólki að verða bændur. Það sýnir aðsóknina skólanum og svo framvegis. Það ekkert vandamál. En vandamálið að búa landbúnaðinu þá umgjörð að unga fólki geti tekist á við að kaupa jarðirnar, taka við að foreldrum sínum og byggja upp búskap. Já, ef ég fæði að spyrja, ef þú verið landbúnaðarráðherra í einn dag núna, fengir að taka við á morgun og fengir einn dag, hvað myndir þú gera? Hvað myndir vilja landbúnaðarráðherra Hanna Kata þessu tilfelli myndi gera? Já, þetta því náttúrulega eins og í ævintýrinu meðan á Þyrnirós. Já. Ég myndi vekja allt á nýjan leik og setja í gang. Já. Og hvað þarf að setja í gang? Það þarf að setja í gang samstöðuna landbúnaðinn og fela og búa til umgjörð þannig að bændurnir geti búið og haft það ágætt, góð lífskjör. Þeir vinna meira en aðrir, hugsaðu ykkur, nú eru menn farnir að vinna 4 daga vikunar, þetta ekki? ekki stytting hjá bændum á föstuðum? Þeir vinna engin vinnustytting. Þannig þetta allt saman hefur svolítið trublandi áhrif að velja sér lífstarf. Þeir verða að vinna allar helgar og allt þetta. En þeir gera það af sannri gleði og ég vorkenni þeim það ekkert því að þeir geta tekið sín frí líka og gera það. Já. Og eiga góða daga. En þetta veldur því að landbúnaður ná í svolítið erfiðri keppni sem starfsval. En það engin vandræði með það hér á Íslandi að unga fólki vill verða bændur. Nei, einmitt. Þú gagnrýnt bæði núverandi og fyrrandi ráðherra. Er einhver í íslenski pólitík í dag sem þú treystir fyrir landbúnaðinum? Já, ég treysti alveg, ég treysti alveg Framsóknarflokknum fyrir landbúnað. Ég treysti Sjálfstæðisflokknum líka. Já. Mér fannst Samfylkingin vaksa mjög í viðhorfi sínum til landbúnaðarins. Ég held að Flokkur fólksins sé velviljaður til landbúnaðarins. Ég held að Viðreisn hafi engan af Jónu nú hestakonu og Þorgerður Katrín, en ég held að Viðreisn hafi sjá ekkert nema Evrópusambandið. Nei. En ég held að sé áhuga fólk í öllum flokkum landbúnaðinn, en við þurfum að gera þetta svolítið eins og við gerðum þetta og upp úr aldamót, þetta nú byrjað þetta ferli áður en ég byrjaði. Ég ekki að mála mig upp sem eitthvað guð eða snilling. Ég held að bæði Guðmundur Bjarnason á undan mér og Halldór Blöndal hafi verið farnir að taka mjög á og Jón Helgason var minn góði vinnur úr kjördæminu, var landbúnaðarráðherra lengi og gerði marga góða hluti. Þannig ég held að séu góðir menn gagnvart landbúnaðinu í öllum flokkum en þeir þurfa að ná saman og bændarhreyfingin, bændasamtökin þurfa að vera mjög sterk. Þau eru fjárvana og eiga erfiða daga og nú eiga þau að takast við það að verjast í Evrópusambandsmálinu. Já, eitt sem ég langar að spyrja það því að maður svona hægri maður í grunninn og frelsismadur og maður svona móti eiginlega öllum millifærslukerfum, sama hvernig það einhvern veginn maður nú það ruglaður frelsismadur ég langar að spyrja það eins og verndartollar sem við erum með í íslensku landbúnaði. Af hverju erum við með þá? Er þetta hætta með þá? Þetta allan heim. Já. Ef allir hættu með verndartolla þá var ekkert að. Það allar þjóðir með verndartolla. Evrópusambandið er tollabandalag. Já, klárt. Og ég sagði eitthvað frá Gamla Bús sem sagði í VFTO verður ekkert gert nema bandaríkisbændur græði. Þannig að þetta svo hugsun og þó veistu það að með unga frelsismenn þegar gráu hárin fara að koma í vangana þá breytast viðhorfin. Já, ok. Og menn gera sér grein fyrir þetta ekki allt svona einfalt. Þetta allt svolítið flókið. Þannig að við búum við þetta kerfi. En við erum náttúrulega bæði í sjávarútvegi og landbúnaði búin að einfalda öll kerfi alveg gríðarlega á síðustu 30 árum. Og þetta allt annar uppbygging. Miklum sparnaði í sjóðum og sukki og mörgu fleiru. Já. Bæði í landbúnaði og sjávarútvegi. Já. Flókin kerfi verið lögð niður til að ná einfaldri reglu og neytendur græði. Og varan verði ódýrari og standið samkeppni.
Talandi samkeppni, hvað finnst þér samkeppnisákvæði sem mjólkursamsalinu með? Þau eru bara mjög mikilvæg. Já. Þau eru bara mjög mikilvæg. Er ekki erfitt fyrir þá aðra að komast inn á markaðin? Nei. Nei. Þetta er samkeppni það að bændum er falið að framleiða ákveðið verkefni. Það er þegar bændurni búa við opinbera verðlagningu í staðinn. Þar kom verkalýðshreyfingin að og líklega enn og fleiri að verðleggja vörurnar hjá bændunum. Þannig að ég held að það sé gríðarlega mikið verkefni og ég held að það hefur reynst mjólkur og ég náttúrulega stóða því að gefa þeim frelsi til þess að hagræða í mjólkuriðnaðinum og mjólkuriðnaðurinn hefur hagrætt og kúa bændur á eftir, stækkað sín bú og gert þau betri og betri. Já. Og þetta á sjálfsagt alveg eins við í kjötinu sem menn hafa séð því að hér er ofurvald samkeppniseftirlitsins og árátta þess til að ráðast á landbúnaðin hefur verið mikil. Já. Mjólkursamsalan er frábært fyrirtæki í góðum rekstri en hún má ekkert græða og hún er ekkert að græða mikið. Nei. En hún framleiðir afburða vörur á verði sem opinber verðlagning setur fram. Kvikmyndaskólinn. Hvetjum við þetta allar til þess að kynna sér námið við Kvikmyndaskóla Íslands. Kvikmyndaskóla Íslands er á kvikmyndaskóla.is og deadline er 30. júní. Já, og í guðana bænum að því að bókin er svo sem ekki fyrir alla og það eru allt og margir lærðir hann úti. Þarna held ég að sé a loophole að gera eitthvað sem eitthvað fyrir skemmtilegt og ég held að þetta sé líklega skemmtilegt starfsumhverfi bara í heiminum þó við erum að leita, sko. Já, svo er það Snæland Grímsson. Já, flugvalla Skutlan. Fáðu 5% afslátt ef að bóka báðar leiðir. Akstur upp á dyrum, sparaða bílastæðagjöldin, þægilegt og fljótleira en flugvallarútan. Þetta er alltaf bara eina viti að ferðast til Keflavíkur. Já, því lítið þægilegt. Flugvallarskutlan.is. Bad Mickey eins og við höfum rætt í síðustu þáttum. Bad Mickey, maður. Bad Mickey. Það er Mústenshús. Já, nú fer háum að byrja og við hvetjum ykkur bara til að tryggja ykkur borð á Bad Mickey. Sjónvarpsskjáir upp alla veggi. Já, og plant ykkur þar yfir allt HM. Burgerinn, svakalug. Sko burger og gós og franskar á 2,490 hendir einu köldum að þeim, þá er það komið 2,990 undir 3. Galið verð fyrir burger, bjór og franskar. Ég hef ekki vita svona. Lengjan setti spennu leikinn og tippa á lenginni, þetta er tekið á laugardegi. Ég er að setja á Vestham og Tottenham tapi, þetta verður vonandi reynist það rétt hjá mér. Ég er alltaf Vesthamaður, þannig ég sett spennu leikinn og tippa á lenginni. Þorvaldur og David Jones, það er eitt sem hann vildi koma til skila og það er það að Ég gæti að hafa lauma aðeins á KR í vikunni. Ég ætla bara að koma gera hreint fyrir mínum dyrum á leikinni. Gekk ekki nægilega vel hjá þér. Gekk ekki nógu vel. Sko, það er alltaf bara að tala með verðbólguþrýstingin í kerfinu. Þorvaldur segir, býtu það, ég er búin að sömu verði í 4-5 ár. Ég skil ekki því þessu segja. Nei, hann allavega hefur ekki áhrif á þetta og þvert á móti þá er hann að hafa góð áhrif á verðbólguna. David Jones, fyrir utan hvað eru frábæra vörur, lakrístöðlunar, ginger lime, mango twist og við getum haldið áfram í allt kvöld. Frumherji allir að drífa sér skoðandi frumherji allir með 5 eða 6 í endastaf, tic-tac, frumherji, það sem gleðin ræður ríkjum. Eitt sem við langar að spyrja, við erum að tala alltaf mikið um Evrópusambandið, það er svona megin stefi hérna í dag. Ef við tökum landbúnaðinn alfarið út fyrir sviga og fæði að spyrja bara sem stjórnmálafræðing eða stjórnmálaspeking, væru þá með, ef við myndum ná öllu sem þú vilt í gegnum landbúnaðinn, ertu samt ekki hlynntur Evrópusambandinu? Ég er hlynntur Evrópusamband, það má við vera að lifa og ég óska þess að það dafni en ég held að við séum alveg á sama stað á Norðmenn. Þeir voru í þinginu núna fyrir stuttu að hafna því að fara að hugsa um Evrópusamband og Ísland og Noregur á samleið bæði í landbúnaðarmálum og í öllum málum. Landbúnaðurinn, ég get ekki tekið hann út, ég er bara á þeirri, ég vil bara ekki fara inn í þetta óbóðslega bákn. Hér munu ríkisstarfsmenn sennilega tvöfaldast á Íslandi ef við göngum inn í Evrópusambandið og fleira og fleira. Já. Þannig við förum inn í svo flókið samband þar sem við ráðum engu og við látum völdin fara til Brussel og eigum 5 menn af 700 á einhverju Evrópuþingi. Já. Þannig við ráðum engu, við erum bara ekki til í þessu batteri. Nei. Til að slúta þess að hann leifi síðasta leiðin sem eru rittararspurningar eða aðsendarspurningar. Ég veit að þú undirbjóst þig fyrir þáttinn og hlustaður á bæði viðtalið við Óla Ragnar Grímsson og svo Þorsteinn Pálsson. Hvor hefur rétt fyrir sér? Þeir voru mikið að... Ég er náttúrulega bara á þeirri skoðun að Ólafur setji fram dýrleg sönn rök svo margt.
Þorsteinn er að reyna að gera lítið úr því og hún fellst það bara illa sem fyrrverandi snjöllum stjórnmálamanni sem stóð utan á sjávarútveg og landbúnað og ég vissi ekki að hann væri Evrópusinni en hann kannski orðið það þegar hann var að sendi herra, ég veit ekki. Já. Eða því hann stofnaði þennan viðreisna flokk með Helga Magnúsinni og ýmsum og Þorgerði. En heldur að viðreisn, að þú talar að Þorgerði þarf mögulega að segja af sér að það verður nei hann að 29. ágúst. Viðreisn nú samt líka svona ákveðni baráttu gegn landbúnaði og sjávarútvegi, þannig að það er svona einhver önnur mál líka sem Viðreisn með. Ég finnst þeir eigi bara eitt mál. Já. Það er Evrópusamband, ég hef ekkert séð til þeirra. Nei. Hvernig finnst þér atvinnuvegar á þeirra Hanna Kata hafa staðið sig? Ég vil ekkert segja hana. Nei. Ég held að hún sé ekkert að standa sig og hafi ekkert, hún frestar búvörusamningum. Já. Og þar með setur hún bændurna á óvissustig. Og ég held að hún vilji breyta þessu kerfi all og setja styrkina beingreiðslurnar sem fara til að greiða niður matvælin. Já. Ég held að hún vilji setja það bara á hóla á hæðir eins og gamli alþýðuflokkurinn var. Okay. Að láta menn hafa fyrir að syngja á einum hól og brugga á öðrum og svo framvegis. Já. En ég held að við séum með eins og maðurinn sagði hagfræðingurinn Ragnar Árnason. Já. Við erum með besta styrþarkerfi í heiminum. Svo opið og hreint. Við erum með beingreiðslu til bændanna. Þeir hagræða og gera það á sinnkostnað. Þetta er allt saman opið og ljóst. Þetta er engar flækjur í þessu. En bændur hafa það samt ekki nægilega gott í dag þrátt fyrir þetta eða eitthvað? Þeir kvarta nú en auðvitað hafa bændur það ágætt. Þegar ég byrjaði sem landbúnaðarráðherra voru jarðir verðlausar. Já. Það var bara verðlausar. Menn komust, gáttu keypt eina kjallaraholu. Bændur eru kannski of skuldugir en ég held að bændur hafi það í sjálfu sér bara þokkalegt og staða þeirra þarf auðvitað að batna á hverjum tíma og við þurfum að styrkja búin og gera þetta af öflugum einingum sem að ekki ofstórum búum en þessi hagsældar eining 60-70 kýr og svo hafa menn önnur störf með og eru kannski með minni bú og laxveiði og hrunnindi, ferðaþjónustu. Það er svo skemmtilegt fyrir ferðamannin að sjá blómlegar sveitir. Viljið þið sjá þar í rúst? Nei, það vil enginn. Viljið þið sjá þær verða leikvang auðhringja í Evrópu? Eins og Sísland minn segir hérna. Já. Þessi drengi, það er ég sem er að segja þetta. Nei. Það eru fagmenn á þessu sviði og þeir eru fagmenn ennþá. Það er fagleg skýrsla. Þó ég ræki þá og þarfum. Þá sá ég að þeir voru að gera bara mjög merkilega hluti. Já. Herra, Gunni, við erum konin í riddarspurningarnar. Ég er bara að loka leiðurinn. Og við þakkum Jóni Birni fyrir sína spurningu. Við þykist nú við meila farið yfir hana, en ég ætla að láta hann liggja milli hluta. En Davíð Kjartansson spyr hvaða skoðun hefur hann á kvótakerfinu? Nú aðeins búin að rekja það en... Ég held að kvótakerfi sé bara mjög mikilvægt og ég held að bændurnir séu mjög mikilvægt hjá þeim að halda sínu kerfi eins og það er og sjávarútvegurinn, hann hefur náttúrulega gjörbreyst. Hann var að fara norður og niður og til helvítis, sagði Sverrir Hermannsson einhvern tímann 88-9. Sá orð, hvati og skemmtilegi maður. En það er allt annað stað. Ég stýð kvótakerfi. Pálmi Þórsson á hérna nokkrar vöxtur vinna velferð í þessari röð. Já. Eftir hverju sérðu mest í þinni ráðherratíð? Ég sakni þess mest að við erum ekki vinir við Halldór og við vorum á sitthvoru línunni. Ég sakni þess mest. Hefur þið farið í smalamennsku í Flóamannahrepp? Á Flóamann-Afrétt. Ég átti svo marga bræður að ég komst aldrei í smalamennsku. Ég hef aðeins farið í smalamennskur í Austurdalinn með Skagfirðingum. Ég fór aldrei í smalamennskur en það var ævintýri og bræður mínir voru svo frekir og öflugir að þeir hleyptu mér aldrei í það. Nei, þú komst aldrei að þar? Nei. Miður.
Einar Magnússon já, átti þessar spurningar og á þessa einni. Hvað er langt síðan Guðni reið heim úr réttum? Ég reið gráum hesti frá Guðmundi í Ödilshólum, mörg haust Guðmundur lét undir landbúnaðarráðherra gríðarlega góðan hest. Ég hugsa að þetta sé orðin 20 ár sem ég reið heim úr réttum. Jón Þorvaldsson spyr hve mörg örnefni af keltneskum uppruna þekkir hann á Suðurlandi? Gríðarlega mörg. Ég held að keltarnir hafi verið hérna þegar Ingólfur kom og þið sjáið það náttúrulega að við Íslendingar, þó ég sé nú laglaus, því miður, að þá erum við söngelskir eins og Írarnir. Við erum bókmennta þjóðin, við skrifum 300 bækur í borgarastyrjöld á 13. öld, meðan norðmenn skrifuð enga en Danir eina. Þannig að ég held að keltarnir hafi verið hérna og Melg Orka Mýrkjartansdóttir, móðir Ólafs Pá og Ólafur var hálfbróðir Hallgerðar Langbrókar. Ég held að það hefði margt komið gott með Íránum, brúnu augun og söngurinn og gleðin. Já. Hér er ein nafnlaus. Núna er þín kynslóð búin að vera mjög fyrirferðarmikil í pólitískri umræðu undanfarna áratugi. Eru nýju kynslóðirnar ófærar að taka keflið eða neitar þín kynslóð að hætta? Ég dái ungt fólk. Ég finnst eins og Jónas sjá Hriflu, hann valdi alltaf ungt fólk. Já. Ég gleður mig ekkert meira en að sjá ungt fólk koma fram á völlin. En ég sakna þess mjög. Hvað er fátt fólk undir fertugum að taka þátt í einu pólitísku starfi. Já. Og hvað það er svo upptekið í fjölskyldulífi sínum. Ég þekki þá minni fjölskyldu. Krakkarnir eru í íþróttum, það er svo mikið starf að unga fólkið bara einhvern veginn kemur ekki inn í stjórnmálin en það er mikið til að góðu ungu fólki og ég hef engar áhyggjur á framtíðinni. Við gömlu deyjum áður en varir og nýjir menn koma, 1 dagur, 1000 ár, 1000 ár dagur ei meir. Þetta er bara hinn eilífa hringaekja lífsins. Það er mikið til að glæsilegu fólki. Já. Siggi Hrafn spyr, af hverju er Flóahreppur besti hreppur landsins? Hann er nú ekki bestir hreppur lands. Ég á meitt sumar, Margrét okkar sumarhús í Flóahreppi í Hallanda. Glæsilegt hús sem að hún teiknaði og við byggðum þar og ég er þar oft. Mér þykir óskaplega vænt Flóahrepp og Hraungerðishreppinn gamla og Flóahreppinn allan og Árnessýsluna alla. En ég skrifaði heila bók Hraungerðishreppinn, fór bæ frá bæ og sagði frá hetjánum. Þetta verður mjög merkileg bók í framtíðinni því ég segi frá svo merkilegu fólki sem ég ólst upp með. Öflugum bændum, einstöku fólki. Já. Þú ert að fullu í njáluverkefni, 700 manna sýning, brendir njál inni fyrir framann 7000 manns. Hvaðan kemur þessi njálu ástriða? Frá æskunni. Já. Við höfum ekki sjónvarp á kvöldin bræðurnir. Þá var það siður að smíða sér sverð. Og svo voru teiknimyndir í tímanum eða mokkan og ég man ekki hvort var. Þannig ég var strax bara seldur njálu af lífi og sál sem barn, elskaði Gunnar og Hlíðarenda, hataði Hallgerði. Og svo þegar ég misti Margréti mína, þá var ég komin á fullt í njáluverkefnið. Og ég var það einhenda mér í að það hafi bjargað lífi mínu, hreinlega. Og þessi glæsilega njáluháttíð síðasta sumar, 700 manns í leikhúsi þar sem ykkur færustu leikar á landsi, kvikmyndastjörnur og hvað enna, sýndu njálu. 99 reiðmenn í skikkjum með Hermann Árnason í broddi fylkingar, hugsið ykkur. Og fallegasta og besta hesti heimsins riðu eins og Flósi gerði. Og svo brendum við njálu og þá inni, sem mest í sorgaratburður var endurtekin við alveg glæsiri á menningarnótt. Já. Ég samdi við Skarphéðinn, bað hann að hafa rigningu í Reykjavík og sjá að maður er gott veður í Rangárþingi. Það var 20 stiga hiti og alveg yndislegt veður. Ég skammast mín nú fyrir að hafa farið svona með Reykjavík. En við erum að tryggja fólk á Rangárbakka. Já. Og ég er ennþá í njálu við Ólína Kjerúlf og Gissur Páll og Matthildur Anna, pianoisti.
við sýndum núna 4 sinnum í salnum í Kópavogi, alveg frábært handrit af Njálu, Gissur Páll söng eins og engill og við sögðum söguna. Ólína Kjerúr er nú einn best máli farin allra kvenna og Brúnarstaða röddin sparar sig ekki í verkinu og hún sé nú dálítið að byrja að eldast. Þannig að þetta var óskaplega vel að þessu láti. Við fórum til Rangárþing líka og við höldum sjálfsagt áfram í haust. Og svo erum við með Njálufélagið sem ég er nú, ég er formaður í Njálu, ég er ekki að þvælast fyrir Framsóknarflokknum. Ég styð bara Lilju og mitt unga fólk í flokknum og styð í rauninni gott fólk í öllum flokkum. Við þykja vænt fólk í öllum flokkum. Já, vini í öllum stjórnmálaflokkum. Já. Og ég vel betri enn í mínum eigin flokki. Já. Össur var vinur minn, Ögmundur var einstakur vinur minn, Einar Oddur var einstakur vinur minn og hjálparmaður. Ég var landbúnaðarráðherra þessir allir. Nei, já, Össur var ekki hjálparmaður minn í landbúnaðinum, en hann var skemmtilegur. Þannig að ég styð menn í öllum flokkum, en hvað þetta varðar þá ætlum við að gera stóra hluti í Rangárþingi. Já. Við erum að plana áfram, verðum með eitthvað í sumar, við ætlum að halda málþing, við ætlum að setja upp miðstöð helst, erum núna komnir í Gagarín að skoða framtíðina, að byggja Njálu upp. Já. Því að Njálufélagið, það verður sennilega fjölmennasti stjórnmálaflokkur landsins undir minni forystu. Já. Og við ætlum ekki að gefa það eftir. Svavar vinur minn Gestsson, sem var mikil vinur minn og ráðherra og sendiherra. Hann vann afrek í Dölunum, Einar Guðfinnsson tekinn við því. Þannig að við ætlum að gera eitthvað svipað og það er skömmað þessi Rangárþingi og ég vona að sveitarstjórnirnar komi með okkur og þær voru okkur jákvæðar. Þannig við ætlum að þeir eiga Njálu dreigilinn, 90 metra langt afrek, þeir eiga Odda, þeir eiga Snorra Sturluson, hann var alinn upp í Odda og sennilega hefur hann samið Njálusson að mestu leyti Snorri Sturluson. Þannig að við ætlum að vinna alveg óskaplega afrek í Rangárþingi og byggja upp Njálusöguna. Hún er dáð allan heim. Þjóðverjarnir elska, Arthur Björgvin Bollason var þar fyrir liði og gerði hana heimsfræga, fór með kórana til Kanada og söguna og Þýskaland. Þannig að við eigum gríðarlegt verkefni framundan, þannig að ég verð að standa mig í voldklass. Það er ekki elli aumingi á þennan varið. Hvernig æfir röddin aftur? Hvert var? Mananganang, manang, af eins miklum hávað og hægt er. Þetta kendi Gunnar Eyjólfsson mér. Mananganang. Mananganang. Og þetta segir maður svo hátt að maður hreinsa raddböndin. Já, ok. Já. Maður þarf að taka þetta fyrir þátt. Já, tökum þetta bara rektin þess að. Næsta spurning er besti ræðumaður íslenska stjórnmálasögu að þér undantöldum? Ég er nú ekki besti ræðumaður íslenska stjórnmála. Nei, hver kom fyrst upp í huga? Ég er ágætur tækjafærisræðumaður og það eru þetta margir menn sem hafa verið góðir ræðumenn og mér finnst mjög erfitt að velja besta ræðumann. En þegar varst á þinginu, hver var svona sem að hlustuðu allir þegar hann talaði? Það var nú sagt þegar fadir minn talaði, hann talaði nú ekkert oft, en þegar hann talaði þá hlustuðu allir. Kom inn í salin til að hlusta á hérna íslensku rödd. Og þegar ég kom í þingið, þá héldu þeir þegar þið heyrðu röddin að ég hefði verið á Þingvöllum árið 1000. Röddin var svo, ég hefði æft mig við Lögberg. Og þegar Halldór Blöndal spurði mig hver ættar ég væri, ég sagðist vera út af Ágústi Þorvaldsinni og eftir 300 ár hann hafði átt 16 krakka, eftir 300 ár eru allir Íslendingar út af Ágústi og Ingveldi á Brúnastöðum. Þá bað hann Guð að hjálpa sér, Halldór. En mér er það mjög erfitt að velja, það voru margir góðir ræðumenn og í öllum flokkum. Steingrímur var náttúrulega frábær ræðumaður, Hermannsson, Davíð Oddsson, Ólafur Ragnar Grímsson, Jón Baldvin Hannibalsson var einstakur ræður, Svavar Gestsson og fleiri, ég geti Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson skemmtilegur og stríðinn. Ég man eftir að Davíð sagði einhvern tímann í átökum við Össur kallaði
okkur oft vini sína og hann kallaði Davíð vin sinn leið og hann skammaði hann, þá sagði Davíð Össur á nú enga vini nema þá sem á eftir honum í stafráinu. Þannig var Davíð oft stildalega hittinn. Já. Já, ég man eftir að faðir minn sagði að hann, þegar þeir voru að koma fram Jón Baldvin og Svavar Gestsson, hann langaði til að vera á fundi þar sem þessi miklu mælskumenn tækjust á. Já. Hann sagði Eysteinn Jónsson hefði verið einstakur ræðumadur og Hermann og Bjarni Benediktsson var náttúrulega mjög sérstæð á rödd. Og eftirhermdur, ég nú sennilega mest eftirhermdi maður á þessari öld. Jú. Já, menn sem að hafa hjálpað, Jóhannes Kristjánsson hefur náttúrulega gerði mig frægan. Sigmund teiknaði mig 200 sinnum sem hetju í Moggan, alltaf sem víking og já, ég mjög, og enn herrmenn eftir mér. Já. Og það var hringt mikið í mig á nóttunni að mönnum í skál og þeir gerða það ennþá. Hringja á nóttunni til að fá að heyra röddina gáði sig á réttri leið að herma eftir mér. Þannig ég hef nú bara gaman að þessu lífi en óskaplega og Ólafur Þór Þórðarsson, ég má ekki gleyma honum, hann var einstakur ræðumadur. Og þegar sjónvarpið kom, var farið sjónvarpar frá þingjur 93, þá hófst tími Ólafs Þórðarssonar. Já. Því hann var svo skemmtilegur og snjall, sögumadur og samlíkingarnar hjá honum voru alveg stóru brotnar. Ég man eftir til dæmis einu sinni þá tókust þeir á heilt kvöld, hann og Jón Baldvin Hannibalsson, ógleymanleg stund. Vestfirðingarnir voru nú ekki sammála. Nei. Og fóru mikinn báðir og Ólafur sótti fast að Jóni Baldvin og tók síðan einhverja fáránlega samlíkingu og sagði að vísindamaðurinn hefði alltaf að ræða þann þeldakka svo hann eði hvítur. Þá hló allur þingheimur svoleiðis að hann sprakk og Ólafur fór að hlæja í ræðustól og hrökklaðist úr hann og ég segi Ólafur minn, akkur fórstu að hlæja? Ég gati ekki annað sagðan því ég sá í fyrsta sinna Björn Bjarnason hló og hann aldrei sé Björn að hlæja. En þetta kvöld þá horfðu 30 milljónir bandaríkjamanna á íslenska þingi og þeir haldaði ennþá að það sé skemmtilegt. Ok. Eins og það nú leiðilegt. Já, skemmtilegt. Ef þú þurftir að gangi annan flokk en Framsókn á morgun, hvaða flokkur yrði fyrir valinu? Ég held að ég er sjálfstæðismadur, ég held það. Já. Ég held það. Besta ráðið sem þú fegst í pólitík og frá hverjum? Ég fekk afar góð ráð bæði frá föður minn sem ég er búin að rekja og svo fekk ég frá Steingrími Hermannsinni. Já. Steingrímur sagði við mig þegar ég var ráðherra til dæmis þetta, Gunni minn, það er erfitt að vera ráðherra og vandasamt. Ég ætla að ráðleggja þér tvennt. Samdægur skaltu að hafa samband við alla þá fjölmiðlamenn sem reyna að ná í þig. Það leysir mikið vanda hjá þér ef þú gerir það samdægurs, þá hefur þú kannski tíma til þess að vinna úr málinu og útskýra það. En ef þú svarar þeim ekki þá ertu bara í mjög vondum málum. Og svo skaltu að hafa eina reglu að halda vel utanum sterkan stuðningsmannahóp og sækja til þjóðarinnar mikið. Steingrímur fór til dæmis í heitapottin í hverju einasta hádegi til að hitta sína menn. Þar var rifist við forsætisráðherrann sem að stakk sér nú af laugarbarminnum á Sundskílunni og við Lilja Döggarum að hugsa að gera styttu á Steingrími við hliðina Ólafi Thors í Tjörnina og hafa hann á Sundskílunni. Þennan tignarlega stjórnmálamann sem myndi á Kennedy hann og sagði fransanum þegar hann var orðin til, hann var svo flottur. Þannig að þetta er allt saman vandarsamt að gera upp á milli manna en svona er þetta nú. Já. Ég held að við séum bara komnir í nokkrar hraðar til að slúta. Já, klart. Já. Þið ættu að spyrja mig að því ekki hvort ég væri líkar í föður mínum eða móður. Já. Ég er alveg eins og móður minni í útliti. Gjörsamlega eins og snýttur út úr andlitun á henni. Ég er eins og móður minni í útliti. Ég held ég hafi brot af rödd föður míns
og mikið af eðli hans vona ég. En ég glannarlegri en pabbi var og það eru aðrir tímar uppi í pólitík. Já. Þegar pabbi var í þinginu þá máttu menn ekki vera skemmtilegi nema Ólafur Thors og hann var vinur föður minns og svo Björn á Löngumýri. Menn máttu ekki gera ganni sínu, stjórnmálamenn áttu að vera hafnir yfir það. Svo kom Davíð Oddsson og ég held að það hafi hjálpað mér mjög mikið þegar ég fór að segja sögur. Ég var að hitta Ísól Gylfa sem kom inn á þing með mér í gær. Ég sagði mikið hjálpaður með Ísólu minn. Þegar hann kom 95 þá var ég orðinn svo leiðinlegur ræðumadur, talaði klukkutímum saman og hann sagði að ræður mínar væri svo leiðilega að flugurnar hefðu dáið í glugganum. Svo benti hann mér á að fréttatíminn væri aldrei nema 20 mínútur og fundir mættu aldrei standa meir en 2 tíma. Þeir stóði 4 og 5 tíma hjá okkur Jóni Helgasinni. Þetta var galið. Þannig að það er margt breyst til batnaðar. Já, klart. Það var að kalda karið skýr eða súrmjólk. Skýr. Brúnastaðir eða Reykjavík. Brúnastaðir. Jón Baldvin eða Davíð Oddsson. Davíð Oddsson. Hestur eða bíll. Hestur. Lambarhryggur eða verarhryggur. Lambarhryggur. Þá er það bara loka spurning Birkir. Já, Guðni Ágústsson, þetta er búin að vera frábær dagur, þú er búin að vera frábær. Árið 2026, það er 23. maí þegar þetta tekið upp. Guðni Ágústsson, eftir 100 ár, hvernig viltu að þín verið minnst? Ráðherrans, sagnamannsins eða talsmanns íslenska landsins? Blessað, ég var stenglimdur. Stenglimdur. Það má þakka fyrir að ættingjar mínir muna eftir mér. Já. Eftir 100 ár. Já, þá erum við ekki ennum til. Já, þið verður ekki ennum til. Þannig að ég spái því að það verður þannig, en auðvitað vil ég að mín sem minnst sem góðs föður og góðs afa og góðs eiginmanns og heiðarlegs manns. Guðni Ágústsson, takk fyrir daginn og takk fyrir komuna. Takk.